Are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 18. janúar. Já, þið heyrðu rétt, það 18. janúar. Þetta fljótt að líða. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti. Og við erum með full mannaðan bát. Því að beint á móti mér sitja 2 endur. Kvak. Önnur heitir Steindi Junior. Og hinn heitir Gilsi. Verðið velkomnir drengir. Vá, endurnar hljóta hafa verið Endurnar með þeim sístu. Vestu hingað til. Það eru vestar hingað til. Já, sveim með það. Ég ætla að hætta þessu. Kvak. Já, ég veit ekki okkur ég að þessu. Þetta korki fyndið, mjög töff. Þetta bara Mástu að plana þetta? Ég var eiginlega svona að reyna að hugsa eitthvað sniðut bara meðan að lægi var og svo datt mér ekkert í hug og svo sá ég eitthvað önd hérna inn á vísi þannig að þá kom þetta. Já, þú lagði 2 saman bara. Já. Okkar að flippa aðeins með þetta. Já, og þetta ekki að flip kissi. En það komin 18. janúar og sko eins og við erum nú komið inn á eftir að fluttum stúdíu okkar að ég var að ræða við Gilsa. Það ekki dimmt núna. Það grátt og ógeðslegt hérna yfir. Við erum ekkert að horfa á eitthvað málverk hérna núna í klukkanum. En sjáu þið samt, það byrjað að byrta eins. Sko það mjög grátt. Já, mér finnst ekki að dimmt og bara eins og síðasta föstudag. Býtu, ég á rangri stöð? Þetta bylgjan? Erum við að fara að tala veðrið? Já, við byrjum alltaf á því. Já, við bara tala eins út fyrir Það bjartara en fyrir viku síðan. Það það. Og ert að segja með það, Blondale, að það verði bjartara með hverri viku núna fram að sumri eða? Já. Ég held þú vissi það nú. Varst að heyra það bara fyrst á skipti núna? Já, ég bara blöði minn maður í veðrinu. Gott að doppeltjekka hjá honum. Þannig að það verður bjartara næsta föstudag. Blöð þinn maður í veðrinu? Já, þannig minn maður í veðrinu. Takk fyrir það. Það er að vita núna að verður bjartara með hverjum degi. Og ég mun halda áfram að standa mig fyrir þig í veðrinu. Hvenær var það lowest point? 21. des. Vá, þegar allt fór til helvít basic, þá var dimmt allar sólarhringinn. Já, þá fengum við nánast enga byrstu. Reynda var ég á Tenerife það með pappa að rífa einn ískaldan úr. Já, ég var þetta þá, ég fór ekki með 27. Já. Var það svaðaleg fyllir í sjólaferð? Nei, alls ekki. Varst þetta ekki gaman að fullur á tenni? Jó, það alltaf veislan maður. Það eðlilega gaman sko. Það alltaf veislan. Við erum með rosalegan þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Og ég það peppaður, við erum með nýtt föstudagslag. Já. Sem í ruglun. Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar ákváðu að henda í Shallow. Hvaða lag það? Með Lady Gaga á þeim úr myndina Star is Born. Og þetta eitthvað sem ég búin að bíða eftir lengi. Og ég setti smá bútaði á Instagram story hjá mér í gær. Ég hef aldrei fengið önnu eins viðbröð. Það var allir bara hvað ég fannst þetta flott. En ég get alveg lofað eitthvað því að liðið vel peppað fyrir föstudagslægin í dag. Mætti Video Game Tower. Já, hann kemur hérna eftir og tekur lagið. Hann Sverrir Bergmann. En maður spyrja þig, af hverju tekur hann aldrei upp til dæmis eins og eitthvað með, Wu-Tang Af því að það viðbjöður. Ég meina, þú veist, eða DMX sem gamall reyfur. Vitið það að koma skóli fyrir Video Game Tower? Nú, hvernig skóli? Eins og Hogwarts? Læra búið til töluleikaskóli. Já, það Íslandi. Það ekki verið svessa. Ég líka komst á því. Og Steinþór? Já, Steinþór. Málega það, ég líka komið loksins með titil á sjálfa mig. Nú? Ég raf íþróttamaður. Og íbarast. Það það versta sem ég heist. Það titil. Góð íþróttamaður. Ég raf íþróttamaður. Nei. Slagasti Fortnite spilari sem ístíkar. Málega, ok, ég fel mig stundum í runnum. Ég veit ekki það í leiknum. En málega það, ég raf íþróttamaður. Þú ert rafauðningi? Nei. Þetta er gamli. Þetta er svona klassískur gamli skóli að tala. Málega það. Þetta er ekki lengur einhverjir krakkar að hangi töluleikum. Í dag þetta orðið, það keppt í þessu. Og það fólk sem að græða tonna peningum í þessu. Þetta er alveg bransi. Töluleikabransi velti meira en Hollywood. Og ég velti fyrir mér, okkur þú ekki að fara inn á skóla? Ég reyna að græða eitthvað á þessu. Núna er ég orðin rafíþróttamaður. Hvað eru fengið mikið að cash fyrir að spila Fortnite? Ekki neitt. Ekki krónu. Það vorst að fara að breyta það. Núna er ég rafíþróttamaður. Ég að fara að breyta það núna. Ég er komin inn í rafíþróttamaður. En af hverju gerur ekki? Af hverju streymur ekki þegar þú ert að spila? Já, ég geri það. Og þú veist, og rukkar inn að fólk að horfa þig. Já, fólk horfa þig frýtt. Ef það er einhver að fara að borga fyrir að horfa þig í tölvuleikjum, þá hætti ég. En það er lélugur að ég held að eða gaming industry í Íslandi, fólk sé að horfa og hlæja. Ég hef verið að stríma svona af og til. Ég gera þetta ekki oft. En þá hef ég verið að, það var dottinn 2-3 manns að horfa. Já, ok, það þetta vel gert. En við erum ekki bara með föstudagslægi. $1 á haus. Við erum með spurningakeppni Gilsarans. Hvað í spurningakeppnin í dag? King of being human. King of being human? Já, bara hver erum við ekki allir mannlegir eða? Hver konungur að vera mennskur? Já, bara
King of Being Human. Ok, hljóma rosalega skrítið. King of Being Human eftir Þú ert með bransasögurstendi? Ég er með bransasögurnar og ég ætla Sveppi Krull á leiðinni í heimsókn. Já, hann kíkir allar að taka þátt hann allar í það hver er nettastur. Hann allar að koma í hvor er nettari. Og ég er með svona víst hann að koma og það er svona svolítið sérstakt svona tilefni. Hann er að koma hérna eftir með vídeokamerur og fleira. Hann er að bralla hérna eitthvað í stúdíónu. Þá ætla ég að henda ykkur í smá best of. Það er ekkert annað. Svo erum við líka með Pétur Jóhann, hann kíkir í stutta heimsókn. Við erum með sturla staðreyndir og bara við erum með smekk fullan þátt. Bransasögurnar á sínum stað? Já, það eru á sínum stað. Hérna á sínum stað svo er ég líka með. Þið verðið mjög ánægðir, drengir, með slúðrið sem er hér eftir smá stund. Yes. Og ég gef ykkur smá, vitið hver er í slúðrinu? Segðu maður The Baldwin síðan. Já. Yes. Baldwin fjölskyldan í slúðrinu. Veistu hver er líka í slúðrinu? Macaulay Culkin. Vitið hver er líka í slúðrinu? Rúrik. Býttu á ég ammali eða? Þetta gæti orðið eitt besti slúðupakki allra tíma. Förum við þetta bara strax. Kann ekki voga ykkur að missa slúðinu hér eftir. Það kemur strax eftir þetta lag sem að ég fíla í tætlur. Þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við þökkum ykkur kærlega fyrir það. Þetta var Gigi D'Agostino með In My Mind. Lengi búið að vera eitt vinsælasta lagi hér á stöðinni og ég persónulega er ekki komið leið á það. Ég vonandi ekki þið heldur, kæru hlustundur. En drengir, eru þið tilbúinir í eitt rosalegasta slúðupakka allra tíma? Já, svona með við kort búin að tísunum velinn. Þá get ég ekki beðið. Ég hugsaði bara þegar ég var að fara yfir slúðrið bara, þeir verða ánægðir með þetta, drengirnir maður. Og ég sé það líka á okkur, þeir eru vel peppaðir. Veitu, þú hendir á hann í Baldwins. Rúrik, Baldwins og Macaulay Culkin. Það er nú sérstaklega fyrir mig, ég trúi ekki. Það er sérstaklega fyrir þig. Því er eitthvað pakki. Ég er bara að byrja fyrir Egil á The Baldwins. En þetta er náttúrulega, hún er ekki lengur á Baldwin, hún er on Bieber. En Hailey Baldwin og Justin Bieber, ég held að hef nú ekki farið fram hjá neinum að þau eru gift og hún er þess að í dag Hailey Bieber að þau giftu sig en ekki með neitt svona pomp og prakt en nú er búið ákveða veislun og þau eru loksins að fara að halda brúðkaupsveislu. Og þetta er eitthvað rosalega slúð sem ég heyrt. Er þetta komið með gestalistan? Gestalistin er ekki komin en fólk var beðið um að taka 28. febrúar frá. Þá verður veistlan, þannig ég veit hvenar hún er. Það er helviti stutt í það. Hvað er maður að gera þá? Það er að Er það 50 deg? 50 deg. Eina sem ég veit er að Tay James sem er vist persónulegu plötusnúðu Bieber hann mun sjá tónlistin í brúðkaupinu. Það hljóma sem að vera léleg tónlist í brúðkaupinu. Já, sko, ég ætlaði mitt að segja mér finnst ekki hljóma eitthvað geggja dýrt að hafa hann þarna, sko. Nei, það verður léleg tónlist. Hvað er að gerast þetta? En verður The Baldwin Family öll? Já, öll Baldwin fjölskyldan kemur, öll fjölskyldan hans og svo á hún víst einhverja hellinga vinkonu sem eru fyrirsætur og Selena Gomez og eitthvað en hún náttúrulega kemur ekki þar sem hún er fyrrandi kærasta Bieber. Það er verið að setja hérna svona smá lista sem eru fá ekki að koma en það er ekki alveg orðið pottitt hverju koma. En mér heyrist þetta samt bara að vera stefni að vera, þetta næri ekki að vera jafn flott og brúðkaupi á Frikador Lísu. Nei, góður punktur. Þau voru í Flórens með höll og það var svona 100 miljóna brúðkaup. Ég meina, Bieberinn er ekki að fara það var ekki 100 miljóna það verður svona 35 miljóna brúðkaup. Bieberinn, hann er ekki fræðilegu möguleiki hann er strax byrjar að fá bara sinn eigin DJ Já, sko, ég get alveg lofa því þau geta fengið hvern sem er, þau synda í selum það er bara þannig, þannig að ef það er eitthvað sem við vilja þá, og svo talandum með risa brúðkaup náttúrulega Gylfi og Alexandra gifta sig í suma líka þá vist að vera eitthvað Lake Como og allt í rugli sko. Já, það var eitthvað svalabrúðkaup það kom með Premier League leikmenn Harry Kane og Rooney og mögulega og alveg Já, ég þeirri veislu Það er þetta rándist Það er ekki ólíklegt, Harry Kane og þeir eru góða vinnir Já, ég þekki nú nokkuð sem er að fara hann og Rooney, ég menna þeir like alla myndir og öðrum á Instagram og kommentarum það verður celebrity brúðkaup En hvernig er það? Eins og núna hún margar vinkonu náttúrulega íslenska, hann náttúrulega margar vinir líka en þú veist ég að segja, það eru margir makar að fara að koma með vinkonum Já, það eru auðvitað sett eitthvað svona regla banna að taka mynd Það er auðvitað bara að þú tekur ekkert maka með Nei, ég þekki fólk sem er að fara og eins og einn góðu vinur minn það er fólk að fara þannig að, en það hlýtur að vera eitthvað regla bara heyrðu, allavega fyrir miðnætti, hagaður ekki fara að stökkva á Rooney og byggja selfie hérna klukkan kortir í 9 Ég lofa því að íslenski lagargómurinn mættur hérna út í gegnum kærustu sína þá getur lofa hann að hoppa á Rooney bara leiða hann á fullur og fyrir að töði honum fyrir að haldi á öxlina Ég er þið manna fyrstur á Rooney
Bara I love you like a brother myndi ég segja. Huge fan. Sko ég var til að vera þetta sjálfsögðu í Gylfa brúðköpun og Stolka Rúni og það gæja. En ég getur ímynda hvað er gaman þau með þeirra í The Beep Machine brúðköpunni. Já, Baldwin fjölskyldan. Ég geti verið þannig, hey Steven, tekið ég kaldið með honum. Já, spurt hann til Alveg einhvers staðar mökkaður og kosti. Hvernig er Pauly Shore? Shit, hvað, þú er alveg fyllibittur sko. Glætan að Pauly Shore sé að koma í þetta brúðköp. Mjög líklega, í gegnum Steven. Hann og Steven, maður þetta er bæjadóm eða? Já, þeir léku saman í einni bíómynd. Þeir eru ekkert ennþá vinir. Þetta var bara það góð bíómynd og það stór mynd að hann lítur að koma með. Ert þú tilbúin fyrir þitt slúður núna, Steindi? Það komið tíma á Macaulay Culkin. Fuck my life. Hvað er þetta? Hann vil meina að vinarsamband sitt og Michael Jackson hafi verið mjög eðlilegt og Michael Jackson hafi bara verið góðu vinur hans sem leitaði aldrei á hann og segir að þetta sé algjör hrossaskítur að Michael Jackson hafi verið að leita á börn. Þetta er ég mjög ánægð með Macaulay Culkin. Já. Hann segir að Michael Jackson hafi sko bara reached out til hans af því að hann vissi hvernig var að gangi í gegnum að vera barnastjarna og ætlaði hann að hjálpa honum og svo myndi reyndar svo líf hans myndi ekki umturnast en svo var hann reynda komin í heroinu þannig að Jackson gaf kannski ekkit bestu ráðin en málið það leið og hann fór í heroinið þá hugsaði ég svona það hefur nú eitthvað verið vesen á Jackson. Nei, ákveður ætlar að kenna Jackson um það. En sko hann er að segja að þeir eru verið góði vinnir og með sama Macaulay Culkin er guðfaðir barna Michael Jackson. Þeir voru það góði félagar áður en að Jackson dó. Kíkti hann ekki bara heim til þess að við fóru þarna í tífúlið sem var með í garðum hjá sér í Neverland. Já, léku sér eitthvað þar og auðvitað, bara eðlilegt og kistu saman síðan Nei, það er sem ekki það því Sleepover, hann var ekkert að leita á til hann. Nei, en þú óneitanlega er alltaf dálítið spes, örlítið sama rúmi undir sömu sæng hverstuður að gista með krökkum þeir voru bara bestu vinir og hann var að gista heima gerðu þú það ekki sem krakkið það? Gistur ekki með vinniðinum? Má ég spyrja þið einu? Ert þú að fara að gista kannski við einhverjum 7 ára strák í kvöld? Ég er bara að pæli, það er ekkert eitthvað vafasamt ég er bara að spyrja, það er ekkert af því ekki neitt en ert að fara að gera það Þú er að fara að leika ykkur Ég á ekki neitt besta vin sem er 10 ára Nú, akkur ekki, það er skrítið Af því að ég fekk æskuna mína, ekki Jackson Þú alveg fyrst með þú eitthvað spes Nei, hann var bara ekkert að leita á hann og Macaulay Culkin er að staðfesta hér Michael Jackson var engin barna Við erum heldur ekkert að segja það Þið hefur alltaf verið að segja Nei, það er bara verið allegedly Já, við erum að segja, þú veist að það er engin ásakan neitt hérna Við erum að segja Þetta var náttúrulega allt bara frekar skrítið Til leikur sér saman, gistu saman og ég, persónulega sé ekkert, minnst ekkert svo weird að færtu 50 gæði sem er 7 ára gæðar Nákvæmlega, þá er komið að loka Heldur ég finn ekki kaldhæðina Ég er ekki heimskur sko Nei, ég finn alveg kaldhæðina Hann er bara að fíla Home Alone og segja að fá hann að krakka heim til mín og hann er að gista á mig Mér finnst það líklegt Ég veist ekki það Ég held að sé alveg pottið að sé einhver gæi núna 50 í húsasmiðinu sem er að vinna það sé að fara að gista með einhverju strák í Hagaskóla Það er einhver staðar í gangi menn þeir bara hoppa og leika sér og hafa gaman það er bara fárlega eðlilegt Var ekki Frikki Dór komið eitthvað við Sagan sagði að Frikki væri snáðast þarna með einmitt, jú, bara Nei, það var bara orðið vinnir Ég ætla að loka slúðrunu á Rúrik Gíslason Hann er komin að fast og ég frétti þetta reyndar aðeins þegar við vorum að taka batunum með nokkar daginn Þá var hann byrjar að deyta, hann vildi ekki alveg segja frá því en nú er það vist komið bara á samfélagsmiðla bæði hjá honum og henni og svo hérna heitir Natalia Solini og er fyrirsæta En við þurfum að hafa eitt á hreinu Sko, fjölmiðlar eru að meta þetta út frá einu hjarta í kommenti Já, hvort þið séu saman ekki Ég veit fyrir vist að þau eru að deyta Já, að deyta Þú veist, þau kannski er að deyta en það er kannski ekki, þetta er ekki orðið kannski möguleik en það er exclusive Já, ég meina, hann var hjá honum jólin Já, fólk er að giska Hann var hjá honum jólin Þetta er ekki official Ekki official? Nei, ok, hefur þú einhvern veginn að fara á 2 date og verið með stelpunum í jólin? Þú getur alveg að deyta á þess að þetta sé bara þú veist, ef ég kommentaði á þér Steinþór og myndi sér hjarta þess að gera reglulega erum við að deyta, erum við saman í sambandi Já, sko, þetta er aðeins öðru hann setti bara hjarta, hún kommentaði hjarta tilbaka og skrifaði eitthvað spænsku sem engi skildi og þeir sem kunna spænsku skildu það og hérna, þú veist og ég ætla bara að biðja þjóðun að slaka á þetta ég veit að mikið brjálu stelpum núna úti sem er núna berjandi borðið heima Þetta er högg fyrir kvenþjóðina Ég sko
Ekki það, þessi Pía er bara einn með myndalegri sem ég sé, þeir eru búin að sé myndir En ég er að spá bara Hvernig verða börnir þeirra? Ég held að bara þau eignast gull Já, líka hefur séð Rúrik Þau gætu líka eignast bara eitthvað viðbjóð af því að sko, það er af því að sko, stundum Mínus og mínus er plus Já, það er oft talað það í starffræðina Mínus og mínus er plus og þetta er svona 2 gull Ég held að sé aldrei að fara eignast eitthvað Já, menn að þau eru það falleg Það er eiginlega ekki fræðilegur sko. Eignast viðbjóð Krakki verður rosalur Já, ég hugsa Sér það þess að mynd hérna? Já, ég veist Hefur þið séð myndalara parið? Þetta Rúrik hefði bara eitthvað vesinn að finna eitthvað sem var svo frekar hugulegt eða? Nei, ég var sko að taka upp með maturmenn okkar Þá komst ég að því að það er ótrúlegt hvernig fólk haga sér öðruvísi í kringu svona fallegt fólk Ég hef alltaf sagt þetta Allir að reyna að gera allt fyrir hann og eitthvað Hann er bara inn í einhver svona beautiful bubble Og það er óþolandi að vera ekki að inni Ég finn bara hvað ég er ljótur þegar ég er með hann En ég hef oft sagt þetta, ég hef alltaf sagt ykkur frá Báháskurnin sem vekk ekki þjónustu Og hann var ekki svo fallegasti sko Þannig, hann var bara Þú vilti meina því að hann var svo smávaxinn hann var bara og þippinn og hann var hérna allt saman sköllóttur og hann var bara ekki ágætur hvernig var það? Hann var bara ekki í formi við getum orðað þannig hann var bara ekki frambærilegur og var að reyna að fá afgjörslu af það og það var bara ekki hlusta á hann ég var vitna Þegar við vorum að labba með Rúrik ef við fórum til þess að keyptum heitt kakó eða eitthvað hver einasta manneskja sem afgreiddi Rúrik á þessum 5 dögum sem ég var með honum það var alltaf brosað til hans og svona bara og það var svo mikið hlýja í öllu fólki í kringum hana því að hann fannst það svo fallið fokkar voru þið tveir að fara að kaupa heitt kakó við vorum stattir í Austuríki, það er eitthvað óeðlilegt það er bara mjög, nei, það er svona mikið óeðlilegt fólk sem myndi drepa fyrir á þessi kakó með Rúrik Jackson feelingur í hann er bara að segja þjóðinni hann er ekki komin að fast það er ekki staðfest og lístu þú ekki sem umbósmann ég er ekki að segja, ég bara segja bara við getum ekki verið að metta út frá einu hjarta ég ætla eftir að ræða við drengin og allt það en þetta er ekki staðfest Herðu, þú ert ekki rannsóknarblaðan ég er bara að segja hvernig staðan er hvernig fannst ykkur þessi slúðupæki? Hann var rosalega hann var dýrari þetta var þinn besti já, þetta var minn besti Sveppi Krull er rétt og komin hana hér strax eftir auðlýsingar ætlum við að fara í hver er nettastur Happy Hour alla daga millir 4 og 7 Lebowski Bar Frítt net á stælnum American Style Komdu á Carnival Glæsilegir nýjir bílar, geggjuð tilboð og dundrandi fjör Komdu og reynsluaktu draumabílnum Brimborg Útsalan í Smáralind er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup. Opið til klukkan 9 í kvöld. Smáralind. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega á móti þér á hverju mótni. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16, sími 567 2330. Í dag fá lykil og kortafar í vinahópi Ólís 25 króna afslátt af lítranum þökk sé glæsilegum sigri strákana okkar á HM í gær. Áfram Ísland. Ólís. Vinur við veginn. Það er botlaus brunch allar helgar, skilið? Allt sem þú getur í þig látið, skilið? Og DTB Röff og Tetris haldi uppi stemmingu. Public House, Gastropub, Laugavegi. Þú átt að skuldlaust skilið. Þú getur unnið og félagið þitt fær alltaf pening. Þegar ég fór síðast til Englands, þá kölluðu menn þetta win-win. Winner, winner, chicken dinner. 1x2. Laugardagar eru langbestir. Það er íshellir í Reykjavík. Hann er búinn til úr 350 tonum af snjó, hann er 100 metrar langur og inn í honum er 10 gráðu frost. Í honum er jökulsprunga og aska úr Eyjafjallajökli. Einstök upplifun fyrir alla fjölskylduna. Perlan, undur íslenskrar náttúru. Mundu að bóka karaokeherbyggið á The Irishman Pub fyrir hópinn þinn. The Irishman á Klappastíg. Útsalan í Körfi er enn í fullu fjöri. Enn meiri verðlækkun og alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á körfi.is. Körfi. Fákafinni 9. Útsölu lok. Alltaf 60% afsláttur. Eirberg Stórhöfða og Eirberg Kringlunni. Það er alveg hægt að dilla sér. Veit ekki með heilu dansverkin. Bastard, brúpub og matur. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl.
Heitasta tónlistarfólk landsins í dag, sveimið þá Bríett, Aron Kahn, Arró með lagið Feimin. En það er nú komin hingað ungu drengur sem er allt annað en feimin. Hann heitir Sverrir Þór Sverrisson, oft kallaði Sveppi, og já, ég fer mjög langt með að kalla hann góðu vinnu þáttarins. Já, rólegur gengur, besti vinnu þáttarins. Besti vinnu þáttarins. Já. Það er bara svoleiðis. Hvernig ertu með þessi? Ég geggjaður, alveg ljómandi fýtt maður. Ertu ekki alltaf heldur feskur? Jó, ég reyna að vera hress, sko. Já, þú varst náttúrulega með okkur í fyrsta þætti ásins, þannig að við erum búin að spyrja hvernig árið leggst í þið og svona. Varst að koma okkur podcasti? Já, það er podcast. Fréttur út allt út úr því. Já, svo er það. Fór í einhvern bílskúr, einhvern raskati bara, og það er komið á bara miðla. Já. Það er enda podcast, það fyrir að miðla. Já, ég hitt þess að stráka, þeir eru flottir. Já, millivegurinn. Millivegurinn, tjekkja á því, Sveppi Krull. Það bara, ég held þetta er hálftíma, þetta voru 6 tímar Þú sagði þetta bara, þú var ekki verið svona stressað sem þú fórst í próf. Já, bara endalsa spurningar og búin að vissu allt um mig einhvern veginn. Komið ekki þreymur í þig fyrir þátt? Nei. Það er endar mistök. Ég hef alltaf tekið hálftími að koma nokkur miður. Ef það er einhverja nútið sem er að taka viðtölu Sveppa, setið 3 í hann fyrst. Já, þá er ekki bara sannleikan. Það er ekkert endalega það sem fólk vil. Nei, ég vil hann ekki fyrir útfullur. Sannleikur særir. Já, það er að síðasta sem ég vil þegar ég er að detti í það með Sveppa, það er sannleikurinn. Já, þegar Sveppi komin í ákveðin gýr, þá förum við líka bara svona að passa okkur að vera ekki of nálægt honum. Já, og líka bara passa að segja ekkert sem að trigger hann. Nei. Ekkert eitthvað svona að maður passa að segja að vera bara alls ekkert frekur og eitthvað og ekkert að stinga upp á neinu. Það var bara 2 manneskjur á milli. Já, þetta er daldi fólk þarf að vera daldi á tánum. Já, en þú ert einn í einhverjum tökum. Þú ert að fara að ferðast með pappa þínum, ekki? Já, við erum að taka sjónsátt. Allan heim? Já, gamla skór heiminn. Ég ætla að fara með hann. Hann er 68 ára, hundleðilegur, nennir ekki neinu, vill bara vera heima á sér. Og þegar hann fyrir út að borða þá pantar hann borð klukkan 5:30 á kvöldin til að vera komin heim fyrir kastljós. Skilurðu? Og þegar hann kemur heimsóktíminn þá er hann alltaf í jakkanum. Fyrir aldrei úr jakkanum. En svo hann sé að fara alltaf. Já. Og ef það er Tottenham leikur þá getur þú gleymt honum, sko. Þá er hann bara heima á sér, sko. Pappin er ekkert svo ólíkur mér. Nei, svolítið. Það er nema það að þú ferðast 13 sinnum á ári og hann hvað ferðast hann ofta á ári? Hann ferðast alveg oft, en hann fer ekkert lengra en til Brighton. Það er fjandast nóg fyrir hann, sko. Það er rosalega borg líka. Já, hún er geggjur Brighton. Það er allt þar. Annars er Egil rosalega aðdáandi Tenerife. Steinda og Gils sem fara bara til Benidorm, sko. Á Vesturströndina. Segðu mér og takja hann til Benidorm. Aldrei í lífinu. Ég ætla aldrei aftur til Benidorm. Sko, það verður góð þáttur. Það er aldrei til Benni aftur á æfinu, þú getur ekki sagt hún, þú veist það ekki. Jú, ég er búin að ákveða í hjarta mínu. Áður og veist það, verður bara að byrja að sjá sko badnabad stikki vikki hann einhvern veginn 60, sko. Já, þú getur hent pappa henni og djókas í fróðuti, sko, og allt að gera. Það verður þetta geggja að fara með hann í fróðuti. Hvert ætlar að taka hann? Við erum að fara til, þetta er bara hringurinn í kringum jörðina, akkurat. Það er magna. Það er mjög skemmtilega, sko. En að því þú ert þetta, mánu. Ætlum við ekki að nýta hann, Steindi? Við ætlum að nýta hann og málega það, alltaf þegar, sko, að því að, nú ætlum ég bara að segja þetta hreint út. Sveppi hann er aðeins nettari því. Já, hann er bestur í hverju nettastur. Hann kemur á Breiðholtinu og það er alltaf einhvern veginn, þú tekur ekki Breiðholtu um hannum. Vilt þú Egil keppa við Sveppa þetta? Nei, bara alls ekki. Nei, mér finnst þetta svo erfið liðum. Ég ætla bara að vera að klæðast klán á kantinu. Ég ætla að plata að vera dómari. Já, það er geggjað. Og hérna það er búið að setja rosalega press á mig. Já, þú ert svo nettur. Já, þú ert alveg fárlega nettur, sko. Þetta er kröstið klán Breiðholt. En sko, málið það, ég ætla líka aðeins að útskýra hana leik fyrir hlustendur sem hafa kannski aldrei heyrt hann. En hann heitir Korinettari. Ég spyr ykkur spurninga, ég set ykkur inn í aðstæður. Og þið þurfið að koma með nett svar við þessum aðstæðum og Egil ætlar að velja hvort svarið er nettara. Þetta er ykkur óþægilegt liður. Já, mér finnst hann erfiður, ég ætla bara að hreinskilja þetta er erfiður liður. Sko, þetta er svona liður sem að þú segjum að áhörundur séu núna, því sem núna lítið út á gluggan. Það er allt út í hlustendur. Það er erfitt að svara eitthvað nett við þessum aðstæðum sem þú setur hann í. Það er bara ekki hægt. Það er akkurat tilgangur leiksins. Hlustendur og þið eigið að fá dropa, svitadropa sem lekur niður bakið. Þetta er svo erfitt. Hann er byrjað að myndast, hann er byrjað að mynda. Ok, eru þið klárið? Að sjá. Það var að fyrsta spurning. Þið eruð að borða pulsu með öllu nema ráum. Með öllu. Þeir eru að borða pulsu með öllu. Það er nettum að hann breytir spurningum. Það geggja. Það er bara að gefa hann stig strax. Þannig að þeir eru að borða pulsu með öllu og skyndilega kemur fyrrverandi kærastæðin bankar í öxlina þér og heilsar upp á þig. Þú ert svolítið asnalegur með pulsu einhvern veginn. Það er svo glata að vera með pulsu upp í sér, stóran bita. Hvað er í staðsettur? Bara nýra bæðast bestu? Já, þú bara ræður í áframsefnin. Þú bara stjórnar svolítið. Hún pikkar í þig. Og hún pikkar í þig.
þú lítur við með pulsuna og ert ógeðslega óframbærilegur. Hvað er að nettasta? Þetta er æsku ástin sko. Þetta er þessi sem slapp sko. Hvað er að nettasta sem þú myndir henda í? Ég myndi segja að þú fara enga slöngur frá mér lengur. Sjekka blöður að byrja þetta. Þetta gæti Sveppi gæti verið vel. Plussar átt gott slanga. Er þetta ekki hana sem hún hana frá króknum hana sem hún fórst í göngutúr yfir og það að kissa? Alveg sama hver þetta er. Ég er ekkert að setja þetta inn. Það var æsku ástin það. Nei. Við byrja aldrei með henni. Þið búin að setja andlitið spurningu. Nei, það gerði ekki. Það lág allsber að skrifa ástabrið þannig. Ég var ekkert ástæðin. Ok, varstu samt að hugsa hana núna? Nei, ég kom bara með netta línu. Ok. Sveppi, hvað mótsvarir þetta? Ég myndi segja, heyrðu, fyndi ég skulle hitta þig hér. Ég var nefnilega að semja þig minningagrein. Hvað fannst þig? Hvað komast að kjafta þessi yfir? Já, sko, ég myndi að Sveppi er þetta að tala bara basically, hún skipti svo litlu mál hann held að vera dáin, sko. Gæti gerð með það sama. Nei, þú kallar til. Blöndi að það er punkt. Það er punkt. Já, það gerist ekki oft. 5-0 Mushroom. Það er bara fárlega vel gert. Þá er önnur og þetta hérna er að því að þetta er svona best of, þá náði ég þessi var fyrir nokkru vikum, hún er skemmtileg en þið munið vantilega ekkert hvað þið sögðu og ég er ekki viss hvort að þið hefði keppt með þessi. Hún lögum svona að það syndi til eitthvað 12 ára strákur í Árbælu og segist þér að sonur ykkar. Já, ég var búin að svara að segja sama. Sem hann er. Það er nýtt. Sem hann er. Og hann segist elski ykkur og reynir að faðma ykkur. Blöytir og þeir eru bara, þú aldrei séð hann áður. Í hvaða fáránlega nettu línu hendi þá eiginlega í? Ég myndi segja, herru, viltu ekki hitta Sveppa vinn minn, hann er inn í heitabátinu. Já, tekur þetta. Það er bannastjarna. Eins og margir fóreldrar að gera. Já, ég myndi láta Sveppa passa hann. Ég nú heyrst þess að sögu áður þegar Sveppi er í kringlunni og fóreldrar sjá hann þá svona, krakkar, sjáu ykkur þetta er, farið til hans, látið okkur vera. Það er ekki minkar og svo eftir og sparkaðir í krakkana hérna í Smáralindinni. Jú, og það er brotnaðið framtölinn. Já, líka þegar hann gisti með strákuna. Herði, já, þá var að Sverrir syndir að með 12 ára strákur. Já, læðist hún upp að þig. Þú veist, hefur ekki séð útilegunni hérna í Árbælu, það er svona fljótandi köruboltaspjald og svona. Hann kemur svona upp á öxlina þig, sko. Og segir þú sér pappans og hvíslar svona, þú pappið minn, sko. Og ég elska það alveg. Hvað segir þá? Hvað hendur í? Ég er ekkert aðeins lánar að vera ekki svo leik, sko. Ég myndi bara segja bara strax, veistu það? Ég elska þig líka. Já. Og kissa hann eða? Nei, og bara faðma. Já, ok. Já, það er aðeins betra en mitt kannski. Má Michael Jackson yfir hana? Nei, ekki að hann er pappans. Já, kannski ekki nettasta línan. Nei, hver fannst þig, Egil? Og svo mikið pressa á mig. Er í lagi hérna stjórnandi gefið hálfón og hálfón? Það sjálfsögðu. Það var úrslitaspurning. Það er 2 eftir, af því að þá fáum við sigur þeirra. Þið voruð ekki 5 fyrst það? Já, þetta er alltaf að stýta. Já, hann er alltaf vel niður. Já, af því hann er með sömu spurningu og hann er verið með áður. Hann er ekki tími að semja það. Já, það eru marga nýjar. Og líka vel hægur, þetta er búið verið svona tími. Já, það er sem ég segi, þetta er alltaf langt. Strákar, málið það, við erum bara með smá chit-chat hérna. Hvað er þetta? Þið fáið símtal frá náskildum frændi ykkar sem var að deyja. Þú fáið símtal hann hafi verið að deyja. Náskildum. Er ekki að það er draugur og hann tekst að ringja eitthvað? Nei, hann fekk símtalið, þeir fá tilkynningu. Í hvaða nettu línu þrummið þá? Í hvaða nettu línu þrummið í þá? Ég myndi bara segja, ég vissi ekki einu sem hann hefði verið veikur. Það er eðlilegt svar. Þetta er mjög gott svar. Ég bara ætla að gefa Sveppa þetta og Sveppa er alltaf gaman að sjá þig. Segðu eitthvað. Alltaf gaman að sjá þig. Sko það er 1,5 það eru dead tight, sko. Ég er með fullt af spurningum. Þetta er með úrslitaspurningu. Á ég að koma með úrslitaspurningu? Velta ykkur að gegja. Það ekki? Ok, ég skal taka eitt hérna. Þetta er svo langt hjá þér. Já, eftir stutt samlíf með konun ykkar þá fyrir hún að skammast í ykkur. Og því að þið voru of fljótir að fá það. Og það er ekkert í fyrsta skipti, sko. Nei, það er komið fyrir. Í hvað netta svar negliði þá eiginlega? Þetta er úrslita spurning, sko. Þetta er rosalega krefjandi. Spyrna hvort hann vildi í vöruna líka. Vil í vöruna? Já, að ég reiki ekki. Há.
Þetta er svo leiðilegt maður. Þetta var nettast. Sveppi geti unnið þig maður. Við erum að gefa hann Sveppi hann prís bara að vinna þetta. Hlustendur líður óþægilega. Þú þarft ekki að hlaupa úr þessu. Þetta er bara svo langt. Það er ekki langt. Það á bara að vera eitthvað 2-3 spurningar. Við erum bara að vera í kortinu. Við erum bara búin að vera í 5 mínútur. Nei. Jó. Sveppi, einhverja línu. Ég myndi bara segja bara, en það stóð ekki til að vera í allan daga þessu. Nóði. Eitthvað svona. Nóði? Hvað tekur þetta í? Stóð ekki til að vera allan daga þessu. Það er ekki að másum þetta. Hann er þetta king í Og njótum hotlustunar saman. Spíran Garðheimum. Þurfum við ekki að hittast oftar? Þú fær meiri afslátt eftir því sem þú tankar oftar hjá Orkunni. 7, 9 eða 11 krónur á lítranum í hvert skipti á öllum stöðvum Orkunnar. Orkan. Muna svo félagsnúmerið, smetlaði með, styrkja klubbinu leið og tippar. 1x2, laugardagar eru langbestir. Ertu í vinnu en langar að klára stúdentsprófið? Komdu í Mými. Við styðjum þig alla leið í undirbúningsdeildir háskólana. Skráning á mimir.is. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Falinn fjársjóður af öllum helstu merkjunum. Nike, Vagabond, Echo, Six Mix, Lloyd og margt fleira. 40-70% afsláttur í toppskónum Smáratorgi og toppskónum Grafarholti. Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski bar. Í dag fá lykil og kortafar í vinahópi Ólís 25 króna afslátt af lítranum þökk sé glæsilegum sigri strákana okkar á HM í gær. Áfram Ísland. Ólís. Vinur við veginn. Hvaða dýr hefur mestu ofurkraftana? Bessadýrið er hargerasta lífvera jarðar og býr í íslenskum jöklum. Bessadýrið er hluti af sýningunni Undur íslenskrar náttúru í Perlunni. Einstök upplifun fyrir alla fjölskylduna. Perlan, undur íslenskrar náttúru. Útsölunni í Elko lýkur helgina. Nú er síðasti sjens til að næla sér í tæki á stórlækkuðu verði. Elko, einfallega lægra verð. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Útsölulok, allt á 50% afslætti, föstudag og laugardag. 24 Iceland, Laugaveg 51 og 24iceland.is. Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. Vinahópar, vinnufélagar. Biljartbarinn, Faxafinni 12. Hver segir að þú getur ekki málað eldhúsið í sömu litum og besta vinkonaðinn? Komdu með mynd og við hjálpum þér að finna rétta tónin. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Hvað er í matinn? Nings. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Jax Jones, Years and Years. Lagi heitir Play. Við okkur Sveppa Krull kellar fyrir komin, alltaf gaman að fá Sveppin í stúdíóið. Já, kom sá og segir það. Með þeim sestari, já, í keppni sem að mandaði smá metnað í. Ég er búin að fá sent frá 2 að þú hefur með þetta allt áður og bara hvað er metnaðurinn, spurði þeir. Já, sko, málið er að ég ákvaða að vera með best of. Já, það er bara sam og við Sveppi gerðum í 70 mínútur þegar nettum ekki að fór út að mynda. Sko, þetta er ekki eitt fans, þeir spotta þú með best of. Já, þeir spotta og leti. þeir lesa yfir þeir leið, sko. Já, ég er mjög ánægð með það. Ekki þegar ég segist allar með best of. Þannig að hrósa þeim sem er búin að senda skilabóð og lesi og yfir Steinþóri haldið á. Já, ég get sendt þér 9 keppnina. Ég ákvaða að gera þetta gott af því að hann mætti með kamerur. Hann var að mynda fyrir sjónvarpsþátt. Já, það er góð afsökun. Já, ég verð bara að setja sokk núna upp í hlustendur. Það er mjög stutt í, föstudagslægið og það er Sverrir Bergmann með Shallow, Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar. Menswes. Það er sturla lag, ég heyrðu að ræfa þetta í gær, þannig ekki missa því. Syngdu búturinn, hvernig er þetta? I'm in the deep end watching Santa. Það er blöð bara að bæta sér söngnum. Já, með fullir virðingu þá finnst mér þetta hljóma hræðilega sem ég var að taka þetta lag. Þetta er geggjalag og ég skal lofa því að hlustendur hafa meira að vita á sem þið. Er þetta ekki lagi sem eru repeat í þetta stöðin alltaf? Jó, hrikalega flott lag. En áður við fáum föstudagslægið og Sverrir Bergmann þá ætlum við að fara í hvort munduru frekar. Þetta er liður sem enn oftast aðeins fyrr í þættinum en þar sem að Sveppurinn kom hérna áðan og þá svissum við, eru þið tilbúinir? Og blonde element í dag. Element í dag, já. Svo, hvað var áttur spurningakeppniðin? King of Being Human. King of Being Human, það er rosalega skytið. Út af því að þú veist, er það ekki svo erfblöð?
Ég vona það. Já. Er þið tilbúinir? Jú, við erum klárir. Ég er með svona smá þema í dag. Hvort myndið frekar vilja útlit Rúriks eða bardagahefni Gunnar Nels? Bardagahefni Gunnar Nels. Fljótt svarað. Já. Þú myndir ekki vilja líta út eins og Rúrik? Nei, ég hef ekkert mikið að gera sko. Ég er bara eitthvað fjölskyldukall í Mosó sko. Já, hann vilt bara vera eins og Já, ég var miklu frekar til að vera svona sko klár bardagamaður. Geta lamið. Já, ég myndi ekkert fara að lemja neitt. Ég myndi myndir aðeins. Já, eins tusk eitthvað til, jú. En ég myndi svona aðlega bara vera gaman að kunna það sko. Já. Og geta það. En þú, Egil? Já, ég tekki Rúrik. Ég sjá í fljótubræði ekki hvað gagnar þú getur. Ef þú svona góður að slást þessu, eða slást góður þess að íþrótt þessu Gunni, getur þetta farið í UFC eðlilega. Já, peningu þar. En það er stuttur ferill. Getur þið ímyndað okkur ferilin sem Rúrik mun eiga sko þegar hann hættir í fótboltanum, það heldur fyrirstuttur ferill áfram. Ég myndi segja samt að MMA-ferillin væri lengri, menna þeir geta verið þar alveg til fertus. Nei, en ekki til 38, 39 sem þetta game over. Jó, svona nokkuð veginn. Já, hvernig þetta Rúrik líti út henni 60? Ég heldur að verið byðruð eftir honum 60. Það átti að því, þegar ég tjekkaði mér á hótel í Miami og þetta er hárréttsaga og voru 2 dömur þar og spurði mig hvaðan ég væri Iceland, Rúrik, do you know him? I follow him on Instagram. Ég sagði, yes, I know him. Og hún bara mitt, svo góð, trúðu mér ekki. Það er rosa. Og síðan sagði hinn, who's that? I'll show you him later. Þannig að hún er bara að sína honum hann þegar ég hef búin að tjekka mig inn. Og ég hugsaði þannig, ef Rúrik hefði verið að tjekka sann inn, hann hefði verið uppgötaður í svítuna. Gunnar hefði bara farið eins og class clown í bara 2 manna herbergi og hann hefur bara uppgötaður. Já, þannig að þú tekur Rúrik en þú tekur Gunnar Nels. Já, ég held það. Ég var líka í Uber í Miami og gæi það sagði Rúrik, really sexy guy. Hvað voru bara allir að tala um Rúrik við í Miami? Já, 2 spurði, einn Uber gæi og til. Nó að gera það. Fyrir mér var þetta ekki svo flókið sko. Nei. Já, en ég held þetta bara, er þetta ekki fleiri vandamál sem fylgja þessu en kostir? Það er bara sexy. Já. Það er eitthvað sem enginn á okkur hérna þekkir. Það er alveg mikið free shit. Ég er solid 8 á góðan deg. Ég sáttu það. Já, í svona funny spekli. 8. Herru, hvort myndið frekar vilja útlitaðan Sveppa eða útlitaðan Péturs Jóhanns? Mér finnst þeir báði rosalega hugulegir. Þeir eru nákvæmlega eins sko. Nei, þeir eru náttúrulega ekki eins. Þið ætti að taka, en sko andlit á ykkur færi frá búkina þeim. Já, erum við bara að velja líkamann? Já. Hvort líkamann? Já. Þeir eru báði fyrir standinu en það ekki. Er það? Málið það sko að sko Pétur lappar eins og mörgæs. Já, hann er með mjög fyndin svona hann er með svona hann og Þorkell Máni er með eitthvað svona skemmtilegustu. Hann lappar eins og mörgæs. Þeir eru með svona kúlurassa göngulag. Já. Það er reitt. Er ekki það bæta laga göngulagið eða? Nei, ég meina það er bara krútlegt sko. Sko Pétur er í betra standi. Já, hann spyr mér líka reglulega, hörðu, hvað er að gera hérna og eftir laus, getur komið til þín og getur fara á okkur æfingar saman og alltaf spyrum hann er greinlega, hann er svona meira að pæli heilsun heldur en mushroom. Og hann kendi mig líka það að hann er hættur að drekka gós, hann drekkur bara sódavatn, ég er komin í það líka, ég drekk bara gós á lögutum. Hann er alltaf að skóla mig til svona, já, spáinni, ég er bara svona alltaf örlítið að spáinni. Þannig þú tekur Pétur, hvað tekur þú? Jú, ég sko samt sko, það Sveppi er eitthvað svona hugulegu líka sko. Málega Sveppi samt með sko, hann er svona byggður eins og íþróttamæður. Hann getur unnið fólk í sprettlöpi, hann er góður í og hann spilar ennþá handbolta í bumbudildinni. Þó hann vinnir Rikka G í sprettlöpi, þá getur hann ekkert unnið fólk í sprettlöpi. Hann er svona íþróttamæður í Sveppa sko. Hann er athletic sko. Þétt byggður sko. Þótt að sé smá bumba, þá er hann samt alveg þétt byggður. Pétur með hann er svona minni og petit, hann er svona eins og bara formúlu ökumæður, hann getur smelt passa svona bíl. Hann, góður bílstjóri líka. Ég ætla að velja, byrja þú. Ég hugsa að ég myndi sko, mér finnst ég og Sveppi verið ekkert með það ólíkt vaxtalag sko, þannig að ég myndi ekki ská, ég ætla að velja Pétur. Pétur, en þú Egil? Ég ætla að velja Mushroom. Mushroom, ok, þá er það síðasta. Handbolta hæfileika Arons Pálma eða söng hæfileika Sverris Bergman? Goddammit. Það getur ekki meiri dollara. Ég myndi velja sönghafileika Sverri Bergman. Sko, sönghafileikarnar Sverri Bergmans, ef þú dregur hann út úr the computer room og hendur hann til bandaríkjana, þá getur hann að billionaire. En hann nennir ekki að fara út úr the computer room. Þannig að það var aldrei reynt á það. Og ég myndi bara fara í X-Factor og vinna og rakinn, það sem ég myndi gera. Sko, en málega er að Svessi er í the computer room. Já, nei, bara handbolti svo leiðileg íþróttmaður. Nei, alveg hrikaleg. Ísland er í milliriðla og alltaf gera. Já, auðvitað, ég held með Íslandi, ég elska, ég horfi á leikina, sérstaklega, ég horfi bara þegar Ísland er að spila og svona, en þetta er alveg, þetta er svo óskýr íþrótt, ég skil ekki dýni.
Dómarinn stoppa bara einhver tíma Þú horfir líka bara á UFC búið. Þetta er eina íþróttir sem græðir á broti. Þú veist, varnarmenn með alltaf hlaup út og toga í einhvern veginn, þú veist, það mátti alltaf stoppa leikin. Ég held að það heldur gaman og góður í handbolta. Já, ég held að líka. Það þarf skýrar reglur og skotklukku og alls konar dótana. Já, skotklukka var reyndar, ekki heimskulu hugmyndir. En takkið báðir Sverrir Bergmann hana. Sko, ég átt söngari. Nei. Sko, það væri gaman að vera setjan í vinkilin á 150 km ég ætla að taka landslið. Aron og, Steindi tók Svessa. Nei, vorum ekki að velja hvort þetta að vera Aron eða Sverrir. Hæfileika. Já. Talandi Sverrir, hann er hér rétt handað við hotnum með nýtt föstudagslag. Þegar við sérist að tala eftir myrkur. Hér á FM 957 Auðun Blöndal, Egill Einarsson. Þú ert Einarsson eða ekki Egill? Jú. Já, það passar. Og Steinþór Hróar Steindórsson. Hár rétt hjá þér. Pappiðin var ekkit gríðarlega frumlöðu þegar hann ákvað að skýra þér. Nei, ég skýrði höfuð afa og pappi heitir þetta líka. Þannig að ef ég eignast strák þá finnst mér líklegt að ég þurfa að skýra Steinþór. Því miður. Það er bara þannig. Já. En það er tími á dagskrálið sem að fóra hans og böndunum síðasta föstudag. Það er eiginlega nýjasti dagskrálið okkar og heitir Bransasögur. Já, sko óstaðfesta Bransasögur. Ég er nú ekkert alveg sammála því að hann hafi farið úr böndunum. Það var 1 og 1 sem var að svona vefjast fyrir okkur. En við líka veltum steinum. Þú heldur til dæmis að þú hafa gert jafntefli með síðast. Ég get sagt þér það hér og nú að það er hrossaskítur því að þú sagðir að kærastinn hennar Svölu héti Einar. Sem hann heitir? Nei, hann heitir Gauti. Já, Einar Gauti þá. Nei, bara Gauti. Það eru margir búin að benda mér á það. En málega er að sko spyrillinn gaf þið pún. Já, fyrir vitlu svar. Já, strákar, við erum ekki að fara að hanga hérna í fortíðinni. Það er komið ný keppni. Það var jafntefli síðast og ég er búin að vera að bíða eftir þessu alla vikuna. Ég bjóstu að tapa síðast. Já, þú tapaði. Nei, tapaði, þú rúlaði þessu. Þú hendir jafntefli með stæl. Ég er búin að vera að hugsa um þetta í alla vikuna. Ég er bara spenntu fyrir þessu. Og eins og alltaf, þá er buzzerinn, hann er tilbúinn. Já, hvað er buzzerinn núna? Hlusta á þetta hérna. Wow. Þetta er dýrari típan í dag. Þetta er fyrir Egil, menn Egil handa þetta. Þetta er rosalegt. Já, maður fyrir bara í gýr núna þegar maður heyrir bjöllina. Málið það, ef þið spyrjið mig að einhverju og byggðið mig eitthvað, þetta gerir ég það. Ok, má ég ráða næstu bjöllu? Ekkert mál, hvað myndir þú vilja? Gítarsólo í Smells Like Teen Spirit sem er vanna. Hvað? Já, veistu það, þú fær það. Ok, gegn. Það var því. Herru, eru þið klárir? Já. Ok, þið þekkir reglunar, hver er undan í buzzerinn og ég er að fara á spennu hérna. Herru, þá er það fyrsta spurning og hún hljómar svona. Hvaða leikmaður íslenska landsliðsins á sínum tíma gekk undir nafninu Gummi Koktesósa eða oft kallaður Teilarinn? Auði Markmaðurinn Guðmundur Haggjelsson. Það er orðið! Yes! Helvita varstu naskum. Hann er komið með strax punkt. Málið er að þú veist, hann var vist ekki kallaður þannig bara fyrir undir lokin í sínum einsta vinnahóp. Ég veit ekki hvernig. Ég hefði líka sett punkt GSG mitt á GBN sko. Já, Gunnar Ben. Ég hef aldrei fengið punkt af það. Já, varstu ekki að tala um handbolta? Jó, handbolta, það er Sami Trapkísson. Það var aldrei handbolta, það er bara landslið. Gunnar Ben potið. Hann léki auglýsingu þar sem hann baði hvað var það aftur? Á pulsuna sína. Remo? Nei, ekki Remolega heldur Teilara vantarlega. Hvað heitir þetta rauða Rauðkótsósa? Nei, skemmtir ekki máli. Hann elskar Teilara sko. En eins og sé, þetta er óstaðfest. Ég tek punktinn. Já, þú tekur punktinn. Herru, það var önnur spurning. Hún hljómar svona. Hvaða fyrrverandi pólitíkus er með sjóraringjafána flúraðan á hendina á sig? Auði! Jón Gnarr. Það er hárið! Já, Jón Gnarr. Yes! Nú, ertu komin í gamla farið? Vágótt frosinn. Ég meina, hvað, ég bara giska? Nei, hvað myndir að giska, það vita þetta nú allir. Þá sér glitta í þetta í fósbræðrum og þarf að fara að gráta samt, það er bara 2-0. Ég meina, sko máli, hann var á hlýrabólum ennum daginn. Já. Og þegar þið voru að taka upp og blöð horfið átt að tappa allan daginn. Þá var ég á the beach. Já, sko. Þetta er mjög ósækjart. Það eru 3 stig eftir í pottinu. Já, ég er að vinna í þessu. Það er allir slagir. Það var næsta. Hann er ekkert eðalega góður í þessu leik. Já, sko mála, það getur verið 3-2. Ég held svolítið með þér. Það er bannað. Nei, menn, hann fekk að velja buzzer og hann er underdog. Þannig að maður þarf að halda þess með hann. Ég er severe underdog. Með aðra spurningu. Þá er það þriðja spurning. Hún hljómar svona. Fyrir hvað stendur Eið í E. Finnsson? Auði. Þetta er Egil Finnsson. Einar. Einar held ég ekki rétt. Heldur ekki? Já, mér veist ekki
Veistu það ekki? Eru þið byrjaðar aftur í barnaleikritið? Ég glemdi, sko, ég er ekki búin að googla þetta. Þú verður að vita svarið. Ég veit svarið, já að vita svarið. Það er Einar Finnsson. Nei, það heitir engin Einar Finnsson. Það heitir engin Einar Finnsson. Nú, hvað ætlaðu þú að segja? Annars er Eyjólfur Finnsson eða Egill Finnsson. Af hverju? Nú, tvöður kom til greina. Nei. Þannig mikar ekki sens. Og hvort myndir þú velja? Þannig mikar ekki sens. Egill Finnsson. Já, hvað ætlaðu að segja fyrst? Eyjólfur Finnsson. Já, það er hárrétt. Þvílíkt sving. Eyjólfur Finnsson, ég er nokkuð vissum þetta. Það var 1-2 sekúndur. Ertu ekki pottitur? Ég er ekki pottitur. Þá fær hann ekkert stig. Jó, ég er 99. Það annarkvæmt heitir hann Egill. Aldrei Einar Finnsson. Aldrei Einar, það er bara þannig. Nei, alveg svo kærastinn hann Svölu hétt ekki Einar heldur. Nei, þessi heitir ekki Einar. 2-1, ég er innit. Er ekki fyrir Einar. Þetta er Eyjólfur Finnsson og þannig er það bara. Ég er búin að gera mig. Þá er það fjórða spurning og hún er tricky. Hlustiði vel. Er samþykkt af mannanafnanefnd að skýra barn krummi í mínus? Auði? Nei. Það er rétt. Já. Það er bannað held ég. Já, heldur. Já, þú veist, sko málega það má ekki heita Dóri í dag. Má ekki heita. Líklegast má heita þetta. Mátt alveg heita. Akkur eftir ekki með að heita þetta. Krummi í mínus. Nei, veistu ekki svarið? Já, þú mátt heita krummi, það er 100%. Já. En ef seinna er í mínus sem eitt orð, í mínus krummi í mínus. Já, eins og bara krummi í mínus. Eins og bara mýmir, veist. Nei, hvert er þið komið? Krummi í mýmir, krummi í mínus. Það var að vera að leifa. Það var að vera að leifa nafni núna Skúta. Kallmannsnafni Skúta. Hvað er það? Já, það má núna heita sko Esra, Sturla og Skúta. Ég ætla að sé enginn að núti sem ætla að skýra svon sinn Skúta. Það er 3 kallmannsnöfn sem enda á. Fyrir 50 ára síðan var Loft hérna mjög vinsöld nafn. Herru, þetta er bara stig og eigin. Krummi í mínus. Þú veist það ekki. Krummi í mínus. Krummi í mínus í einu orði. Ef þetta ætlar að vera svona, þá nenni ég ekki svona lið. Nei, en ef það er... Þú ert bara að leika að láta hann vinna. Hann er bara að svara 2 spurningum sem þú veist ekki svarið við. Þetta er bara dead time. Þetta er dead time, en málega það. Ok, ég fann að fatta grínið. Nei, auðvitað, ángríns, hlusta þess á mig. Ef þú tekur núna, þú veist, krummi í mínus, ef þú hugsaður þetta sem eitt orð með öfslon í mínus. Ok, fóttunar af sér hér. Í mínus. Ég veit til að heita í mínus. Já, sama hér. Kottum við úrslita spurningun í þessu hræðilega Egill í mínus Einarsson. Það er bara fárlega gott nefn og þetta er þetta stig. Herru, þá er það sko 5. spurningin og þetta er síðasta spurningin. Það er 2-2. Það er ekkert eðlilega spennandi. Herru, þetta verður bara ekkert eðlilega spennandi. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Nei, það er alltaf að tapa sér. Ok, nú, þetta eru valmöðuleikar. Ég verð að fá að segja þá alla og nú er þetta bara hver og undan í bösserinn. Ok, hendin á stólinn. Hendin á stólinn. 5. spurning hljómar svona. Hvað heitir kærastinn hennar Jóhönnu Guðrúnar og hvað gerir hann? A. Davíð og gítarleikari. B. Baldvin og Bliksmiður. C. Darri og Silu Bjúu. Nei! Davíð og gítarleikari. Davíð og gítarleikari. Það er bara hárrétt. Ég var undan að grínast. Fíli kompa. Ég ætla bara að tjekka tvennt sem ég er að fara að tjekka núna hvað Finnsson er og hvort þú meir þetta krummi mínus. Þetta er mest að kjæfta þessum Hann valdi bössirinn og tók þetta. Ég var að vökva með þessu meistara á þjóðhátíð. Já, þetta er þvílíkur meistari Davíð og gítarleikari. Hvernig ertu að klúra þessu? Ég var að taka mig fyrsta sigur. Kjærst að þetta Darri og var það sannlega Bjúur? Nei, það var rétt hjá hann. Hina ég var sneggri en blöð í fyrsta skipti. Við vorum báðir á tökuna. Varst fárlega góður þarna og þú pakkar þessu saman. Sérstaklega með krummi í mínus var punkturinn yfir í. Það tók að margir við ég myndi taka þetta. Við þakkum kjærlega fyrir okkur í þessum hræðilega dagskalið og ég spila þetta ekki aftur nema dómarinn viti svörin. Það er bara þannig. The Irishman Pub er nýji staðurinn þinn. The Irishman Pub á Klapparstíg. Liturinn á himninum akkurat núna. Fær hann ekki vel á veggnum í stofunni? Slippfélagið. Við hefum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Á að dansa í kvöld. Þá þarfst að borða. Kannski smá drykki með. Kannski tegist á þessu. Það er alltaf hægt að dansa seinna. Bastard, brúpub og matur. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Hjá Toyota Kauptúni eru nýlegir og vel með farnir betri notaðir bílar sem bíða eftir þér. Toyota, betri notaðir bílar. Kauptúni. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Látrabjarg er stærsta fuglabjarg í Evrópu. Í Perlunni má skoða glæsilega eftirmynd Látrabjargs og fræðast hið magnaða lífríki sem í bjarginu býr.
Einstök upplifun fyrir alla fjölskylduna. Perlan, undur íslenskrar náttúru. Tannlæknar mæla með gömm. Gömm tannkrem, munnskól og tannburstar í næstu verslun og apótekum. Gömm. Útsalan í fullu fjöri. 30% afsláttur af öllum vörum á 24iceland.is og í verslun okkar á Laugavegi 51. 20 tegundir á krana. Brúdók Reykjavík. Frakkastíg 8A. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. FM. Ég veit hvað ég ætla mér, engar líkur á að ég muni hætta. Ég leita að svörum, við sjá hversu hátt upp við förum, standandi á mínu svölum. Nótin blinda tilfinningarnar og nótin þar sem við stefnum. Stökum saman milli hindrana, okkur langar svo við testum. Stundum forðust við hvort annað, gerum hluti sem að má ekki. Hef ennþá mjög mikið að sanna, sé eftir hlutum sem ég sá ekki. En alltaf stöndum við eftir, þó við tínust í myrkrinu. Finni hver sem ég stefni, því ég veit eina sem ég hugsa þú. Það held ég, elsku hlustendur, þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er komið góður gestur í stúdíu okkar. Þetta er stóri bróðið þáttarins. Það er Sverrir Bergmann, söngfugl og lífskunstner og sprelligosi. Vertu velkominn. Og fellow rafíþróttamaður. Já, við getum satt ekki kalla okkur rafíþróttamaður. Nei, ekki eina sekundu. Það er svo verið í bumbubolta að ætla að vera að kalla sig fótboltamaður. Þú komst með rosalega flott nafn á okkur aðan. Við erum rafmorðingjar. Já, það er rosalegt. Ég er alveg til í það. Er hérna satt sem að sagt Steinda, er hann lélegasti Fortnite-spilari landsins? Hann er ekki lélegasti, hann er ekki droslega góður. Hver er lélegri? Ég veit það ekki, en ég efast, hann er búin að eyða svo miklu tíma. Ég er ábúinlega lélegri en hann til dæmis núna. Já, það er bara ótrúlegt. Lófa þetta ekki lélegri en hann, sko. Það er bara svo skrítið hvað ég er búin að spila hann mikið og lengi, komið fyrir lítið fram. En ég er að spila. Ég veit alveg hvað það er. Það er bara þú hlustar ekki þegar menn er að reyna að segja þig til. Nei, en ég er að spila með bestu spilurum landsins. Það er ekkert annað. Nei, en ég bara næ ekki að, en málið er þeir hleypur alltaf eitthvað einn og byrja vesen og svo fallir hinn að fara bjargunum. Félandi sig góð í runna. Já, ég bara dýrka að opna góða kistu og félag mig í fínu runna. Það er bara það sem Göldi snýst um. Það er langt sinna að því að Svessmenn hefur komið eitthvað. Hvernig ertu? Ég er mjög góð. Það ekki? Þú er búin að vera á flakki. Já. Fluttir í Njarðvík. Já, tjóðvill er gott að búa í Njarðvík. Já, það er yndislegt. Ertu orðin kóngurinn þarna á Suðurnesjunum? Alls ekki. Já, maður heyrir það. Þú ert samt orðin svona smá heimamaður að búa víað inn. Já, það var komið hettupeysu heim til mín og ég er búin að Njarðvíkur. Já. Þú ert tindastólsmaður. Ég er tindastólsmaður, alltaf. Þegar mennsveðs fer úr the game room og ætlar að ráum Kiev og fá sér kannski jökulkaldan, kannski rauðvín og steik, hvert fer kallinn hana í Kiev með einhverju mælur? Ef ég er leiðin í Keflavík kannski kvöld, hvað er að gera? Þú getur fara á H30. H30? Já, það er svona pattís-maður. Ég hef alltaf skemmt mig vel á Suðurnesjum. Mér finnst ógeðslega gaman að fyrir maður veistlustýr í Keflavík eða eitthvað. Ég er grjótarður pattís-maður. Pattís? Þú ert svolítið pattís-maður. Já, ég fer beint á pattís. Er það ekki svona, það er bara svona live pub, það er bara svona tónlist og... Já, það er svolítið svona danska held ég hérna. Já. Ég hef ekki farið þá sjálfur, ég bara... Ertu eitthvað að jamma þarna á Suðurnesjum? Nei, rosa lítið. Já, ég er bara fullur heima kannski. Fullur heim í tölvunni? Já. Það er bara að hitta fólk, Sverrir. Akkurru? Það er eitthvað góð spurning. Ég meina, við erum, málið ég er alltaf að spjalla Er þetta ekki með henni headsetinu? Jó. Þú veist, ég og Svessi opnum stundum með bjór og tökum bara headsetið og spjöllum. Hann er kannski að spila allt annað leik, Við erum bara að ræða daginn og veginn með við spilum. En þú ert líka, ert ekki á Þorrablóti á morgun? Jó. Hvað er það? Þorrablót Njarðvíkur? Rétt. Og þú varst að skemmt í Keflavík Ertu bara skemmt? Þorrablóti Keflavík síðust ekki Þorrablóti Grindavík næst. Í alvörunni? Þú segist ekki vera kóngurinn á Suðurnesjum? Alls ekki, ég er bara svona trúðurinn kannski. Þú ert kóngurinn. Það þyrfti að reisa styktu Já, það er ekki bara hendir að styktu. Já, pissuskálun á pattís. Já. Bara vera með þið hérna í hotninu. Það kom á hreint. Það kom á hreint. Þú ert að vera ofurölgu á þessum Þorrablótum. Nei, ég þarf að standa mig. Það er ekki allir sem eru bara með þetta á playback. Þetta er góða punktur, við ekki það. Það er mjög þægilegt, sant, sko. Það er ekki nóg fyrir Sverrir Bergmann að vera með Ólafur á bakvið sem ítir að play. Hann þarf að syngja. Ég hef giggað með Sverrir Bergmann ofurölvi og það, mér finnst það bestu þannig. Heyrðu. Það var bara að blása upp okkur smokk og kastaði minni í fólk og satt á gólfinu. Það var góðar stuttir. Skemmtilegt að ég eitti jólunum í Bandaríkjunum í Kirkland sem er rétt hjá Seattle. Þar hitti ég nokkra svona unglinga
og það voru allir og eiginlega mest allir úlingandi miklir Muscle Boy fans. Já, ég kaninn elskar. Bandarískir? Já, grínlust. Jú, Jingle Bells er bara ég spilaði mikið í háskóla í Bandaríkjum. Shit, það er þetta magna. Ég fæði út snöppar á ykkur og settur á fónin eitthvað bara í jólunum og ok, það er enda impressive, ég vil gefa það. Var einhver sem setti þetta á jólunum? Þetta er jólalag. Já, ég verð að fá mikið skýta að sé ekki á Spotify. Ég geti, veist, það er hérna út því að George Michael er með leiðindi. Ég má ekki setja á Spotify. Ok, þetta var farinn sko. Það er ekki hann sem er með leiðindin sko. Frændan sem er að stjórna honum. Hann er ekki að stjórna honum. Já, stjórna hans account. Hann er með leiðindi. Hann er látt. Já, hann er með leiðindi. En talandi góða söngvar, það er föstudagslag í dag og þetta er nú lag sem ég er búin að vera að væla í þér að taka lengi. Já. Og já, talandi föstudagslög líka, þá eru tónleikar 22. febrúar í Bæjarbíó Hafnarfirði. Og ég held að það er einhver fáið með þar eftir. Þannig að það þarf að fara inn á miði.is. Já, ég held að sé bara að vera uppselt. Með þetta lag verður tekið þar eða ekki? Jú. Og já, er eitthvað sem þú vilt segja lagið hérna? Nei, þetta er bara að þú ert búin að vera að biðja þetta mikið Já, þetta er mjög vinsælt lag á stöðunni. Já, við varst að full vinsælt til að vera að taka það strax en svo bara komum þetta vel út. Já, við skulum bara að setja okkur í stefningar. Hér kemur föstudagslagið þennan föstudaginn og það er Shallow. Take it away, Men's West. Take it away, já. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to feel that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. Váka með þetta flott. Vel gert, Sverrir Bergmann. Þetta er betra en lagi, hvað heitir söngur og sigta ykkur áttur? Hún heitir Lady Gaga. Þetta er geggjað með henni sko. Tölvöld betra er þér. Bradley Cooper. Miklu Þetta sjá þessa mynd. Bradley Cooper er geggjaður söngvari maður. Halldór frábær gítarnum. Takk Halldór. Takk Halldór. Þetta var virkilega gott. Hvernig er kvöldi hjá Westboy? Herðu, ég og Huldar frændi minn erum að fara að kíkja í Fortnite. Nó, hvað er Huldar skemmt, hvað er hann gamall? Hann 10 ára. Hann á afmæli samt á. Hey, þú ert að vera að taka Jackson. Hæ? Þú ert að vera að taka Jackson, þú ert að fara að hanga með 10 ára krakka. Leika þér. Á frændum mínum, rétt. Gistið saman sem upp í rúmum, þetta er sami sæng. Nei, þetta er ekki, hann er alltaf að gista. Finnst þér að skrýta það? Nei, alls ekki. Alltaf hann að gista? Já, Bröður herbyggi. hann er að koma heimsótt til En ef hann væri ekki skilduður, væri það eitthvað sérstætt eða? Það væri svolítið skrítið, já. Ef hann myndi gista undir sömu sæng, sko. Hvar eru þið með staðfest að krakkarnir hefur undir sömu sæng og Michael Jackson? Varst þú í herbygginu eða? Nei, sko. Þú verðist vita rosalega mikið um þetta. Nei, ég meina, ég hef bara spá hvort að Svessa finnist eitthvað steikt að gista undir sömu sæng og 12 ára strákur, sko. Já, það er alveg pínu steikt. Það er steikt. Hvað er það bara með þetta? Æ, hann er að reyna að leiðluði mig því að ég var með slúður á hann að Michael Jackson væri ekki. Já, ég heyrði þetta, hann var slúður. Hann var engin barnanýðingur. Slúðurpakki var geggjaður þetta. Já, hann var frábær. Hann var mjög góður. Svessi, alltaf gaman að fá þig og þú ert hvað á Þorrablóti á morgun? Já, Þorrablóti Njarðvíkur. Það verður eitthvað. Er uppselt á það? Það hlýtur að vera. Hvernig er þegar þú ert orðin kóngurinn á Suðurnesjum? Hættu þessu, Jesús. Já, er fólk mikið, færðu meira svona spjall frá The Local heldur hún fegst í gamla dag þú varst þarna að syngja? Miklu meira spjall þarna byrja reyndar skemmtilegt sko, þetta er orðið, við vita þetta er stærsta bæjarfélag fyrir utan höfuðborgarsvæði, stærri en Akureyri, BOOM, Reykjanesbær. Í alvegni? Já. Sér eftir að flutta ánga? Alls ekki. Nei, það þið líður vel. En ert að gigga á Þorrablóti Kópavog sérna næstu helgi? Nei. Goddammit. En ég er á Þorrablóti á Króknum. Já, kemur það. Kóngurinn það líka. Það var voða. Þetta er að vera kóngurinn á Króknum og líka orðin kóngur í næststærsta bæjarfélagi landsins. Já.
Þetta er bara, þetta er mikið. Miklu stærri Mosó. Miklu stærri, þetta er helmingi stærri. Þetta er bara kóngurinn, það er bara þannig. Hér eftir stuttastund að þá fáum við Sturla. Herðu, nei, ég ætla bara í það núna. Ég ætla ekki að vera eitthvað að tefja þetta. Já, við vorum að koma úr lægi. Það er beint í þetta. Ég er að fara bara í Sturla, staðreyndir. Viltu vera með okkur eða? Ekki séns. Ekki séns, segir hann. Enter the world. Já, hann er að fara að setja á sig kórununa þarna á Suðurnesjum og við byrjum að heilsa. Takk fyrir mig. Já, bara takk hjá okkur. Ég ætla að spila þetta lag aftur í lok þáttar, þetta var það flott. Já, blessverðir. Þetta var virkilega skemmtilegt, alltaf gaman að sessa í heimsókn. Ákkur er hann ekki að syngja einhvers staðar ellendis? Hann var að taka Lady Gaga og pakka henni saman með fullu vinningu Lady Gaga. Hvað er hann að hanga hérna heim á Íslandi? Hann er farin úr stúdíónu, hann heitur ekki á. Ég veit, hann er lazy sack og shit. Já, er það ekki pínuð þannig bara, hann er alltaf latur. Hvað, ég meina, erum við eitthvað vissum að hann vilji vera einhvers staðar að syngja okkur pub í Bretlandi? Ekkert pub í Bretlandi, hann er það góður að syngja, hann ætti að vera bara rockstjárna. Hann er ára billionaire. Já, en við ætlum að hoppa hér í sturlaðar staðrendir. Hefur hann tekið Poker Face með Lady Gaga? Nei, viltu byrja það næsta? Nei, langaði það? Það var eitthvað geggjað. Gætin þetta er þú hefur sagt margt vitlausari í þessum þætti. Thank you, Blondale. Já, það er komið að sturluðum staðrendum og það eru 6 í dag, eða 5, nei 6 í dag? 1, 2, 3, 4, 5, já, það eru 6 í. Eru þið ready? Og er eitthvað horse money or það? Já, það er einn sem ég kæfti. Fyrsta sturlaða staðrend dagsins: 95% fólks reynir við fólk á netinu í dag en ekki eigin persónu. Ég haldi að vera 100%. Já. Það breytast það mikið. Já, þetta er samt fólk alveg hægt að fara bara og, ég veit ekki, bjóði í glas og svona. Nei, ég held að gamli skólinn er í því, sko. Já. Málið er að, sko, ég held að byrjir á því að svona þreifa. Ég held að sé rosalega mikið líka svona feimni með það. Þú labba kannski ekki að stelpunir í bæ. Heyrðu, fröken, mætti nokkuð bjóðar í glas. Ef þú tekur gamla skólan eins og okkur bara góðu sveitabæli njálsbúð á þetta, þá er, þú veist, það er svo líklegt og sért bara að spyrja einhverja stelpu sem á kærasta, hún á jafnvel kærasta sem hún þekki mér þess. Þetta kemur í veg fyrir kannski svona eitthvað svona óþægilegheit. Ég held að fólk sem meira svona, ég myndi giska að ferli vera svona, þú sjáur einhverja stelpu, reyna að komast að hvað hann heitir, finnur hann á netinu, kemst að því að hún sé einhleip. Þú tala nú bara eins og einhver versti lörker hérna, sko. Já, en þetta myndi ég halda að vera ferlið. Þú veist, þetta er eitthvað mest sérfræðingur sem ég einhverju vesina núti bara að hola. Það var svo Tinder líka, þú veist, það er ekki skotelt. Herðu, þetta er bara góð hugmynd að dagskrálið. Ég gæti þurft að hendi í svona smá Dr. Love. Við erum líka að fara hérna út að borðabráðum og komið nýja dagskrálið. Er fólk ekki bara hægt að fara á ball og bara fara í sleik? Þú fórst í sleik og í gamla dag. Ekkert marga. Nei, veist ég hérna, hvað var þessi bölsu? Miðgarði? Já, hendur í sleik það? Ég farið í sleik í miðgarði, já, þeir voru ekkert margir. Nei, það var ekki geggjað. Ég var ofuröluð með Captain Morgan í spræti. Og var í ullapeysu? Nei, ég var í skyrtu. Á dansskólu? Ég fór alltaf bara í gallabuxu þegar ég fór á böll. Ég var alltaf að vera í geggjalla. Og hverju voru að spila og átti í slella? Skítamorl. Það eru rosalega. Það er best að sagja sem ég heilt. Það verið rosalegt að þú væri í joggingbuxum og leðujakka á ballinu. Nei, ég var ekki svo liði í Atlantic City. Það er komið á næstu. Fuglar prump ekki. Það finnst mér magna. Þeir skýta heldur mikið allavega. Já, en prump ekki. Þannig að ef þið er fugl, þá getur ekki heyrt að prumpa. Mjög weird. Þetta er maganum ekkert, ok? Nei. Það reykja fleiri úlingar í Bandaríkjunum gras í dag heldur en sígarettur og rafrettur. Ég veit ekki með rafrettunar. Rafrettunar eru að geina mjög hratt eða ekki. Ég myndi segja að þetta var alveg 100% meir en sígarettur. Að reykja fáið sígarettur í dag. Og líka gras er að verða nánast löglegt eitthvað í fylkið ekki Bandaríkjunum. Ég held að sé, já, nánast og háskólinn og allt þetta. Ég myndi segja að þetta er alveg 100%. Ég veit ekki með veipið. Þetta getur verið. Þú veipar vel eða ekki? Jú, ég veipa, ég notaði veipi til að hjálpa mér að hætta reykja. Hvað er langt sem þú fekst eina opnaðir en að brakandi ferska síkó? Það er bara að verða 1 ár og 3-4 mánuðir. Langaði ég eina ískalda Salem núna? Nei, mér eru 2 sem langaði sígaret sinni hætti. Ok. Langaði ekki opnaði pakkana og taka hennar brakandi ferska? Nei, ég bara. En hvað færðu þér eftir kynli núna? Veipaðu bara? Já, ég kannski laumast í 2-3 veipa. Ég veit ekki það. Það svalið það. En sko, málið er að þetta er ógeðslega skrítið af því að ég náttúrulega reykti rosalega, ég byrjaði ungur reykja. Ég reykti, var búin að reykja rúmlega hálfa ævi mína og reykti rosalega mikið líka. Alltaf mikið. Ég get ekki ímyndað mér
Mig með sígarettu Í dag? Já Ég man ekki eftir ég hafa reykt Ég manna, mjög vel Já, og ef ég sé myndra með sígarettu ég bara byrju, what? Manstu ekki alltaf að temporeikja þar alltaf manstu hérna í skaftaliðinu Fastreikja Ég gat reykt sígarettu á einhverju 9 sekúndum Heila sígarettu, ég var rosalega Það var 72 ára kona sem að giftist 19 ára besta vinn svona síns í Bandaríkjunum 90 Hún var 72 ára og hún var að giftast sonun á besta vinn sem er 19 ára og hún var að giftast hann Viðbyður Þetta gæti verið gold digger þessi strákur Þetta er bara ógislegt Á hann kass eða hún? Hvoru? 19 ára strákur Ég held sem er bara svona eitthvað vætt trass dæmi sko, eitthvað peningadæmi Já, ástfangin, come on Svo er það næsta Kynlíf og matur örfa sama hlutan í heilan Þannig að þegar þú ert að borða geðveikt góða mat þá er það sama í heilanum sem það er að koma á þegar þú ert að stunda kynlíf Mér finnst það svolítið magna Þetta getur verið rétt hjá þér Svo er það síðasta Konur heillast meira að mönnum með gítar heldur en þeim sem eru ekki með gítar Ég held að það sé nú gömur lumma sko Nei, heldur það sé dögt í dag Nei, þetta er 100% rétt sko Tónlistum er að brjála að gera það sko Sérstaklega hægt á gítar Það er ég man líka bara í gamla þetta Fyrir maður var að fara í partí og eitthvað og maður fór á ball Það var alltaf pirrandi þegar þú reynt með gítarn og allir vildu tala við hann Ég athyglisjúkur út í hotni og fekk enga athygli Já, en er ekki annarkur maður í dag sem getur gripið gítar og hendi í þvergrip og spila í smá partí eins og trúður eða? Er þetta ekki frekar einhver sem kann að gripa í flíil eða eitthvað? Nei, það stóð að það gítar Ég er bara að ferja útiháttið með gítar Þú veist þá ertu að gera þá ertu samt yfirleitt gæi með stóra hattinn og búin að slíta streng og krumpaðan bjór og þú ert yfirleitt þessi típa sko Hvað af þessu var Horseman? Já, ég spyr núna renni yfir þetta Já, þetta var 95% fólk sem reynir við hvort annað á netinu Fugla prömpbyggi, það reykja fleiri úlinga gras heldur sigarettur og rafrettur 72 ára konur sem giftist 19 ára drengarna Kynlíf og matur örfa sama hlutin í heilanum og konur heillast meira að mönnum með gítar Hvað var þessi kjátaði? Ég ætla að kalla út gítarinn Þú segir gítarinn? Ég satt annarkot gítarinn eða 95% á netinu og hann tók gítarinn og segir netið Það er hárrétt hjá Akli Það er miklu minna en 95% Það er ekki nema 70% Þannig að það var rosaskíturinn í dag Íslandsbanki og Gull léttöl kynna Hlustendavelunin 2019 Hlustendur FM 957, X977 og Bylgjunar velja það sem stóð upp úr í íslenskri tónlist á síðasta ári Kosningin er hafin á vísir.is 2. febrúar verða hlustendavelunin afhent á glæsilegri tónlistarhátíð í beinni útsendingu á Stöð 2 frá Háskólabíu Njóttu íslenskrar tónlistar og taktu þátt í hlustendavelunanum 2019 Flottasta tónlistarpartí ásins FM 957, X977 og Bylgjan Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín Gull, okkar bjór Léttöl Náðu þínum markmiðum hver sem þau eru og taktu þátt í meistaramánuði Íslandsbanka í febrúar. Íslandsbanki. Pizza. Pizza, pizza, pizza. Black Box Borgatúni. Motormax eru með varahluti í allar tegundir bíla. Mikið úrval til á lager. Gæðavörur frá ABS og Mapco. Motormax. Vatnagörðun 12. Útsölunni líkur helgina í Bíkó. Komdu og gerðu frábær kaup. Enska úrvalsdeildin verður á sínum stað helgina. Og það er komið að Lundúnaslag af bestu gerð. Arsenal sopnaði bara við að ná forystunni. Arsenal, Chelsea, laugardag 17:20. Stöð 2 Sport, besta sætið. Ekki vera risaeðla. Lækkaðu netreikningin og vertu á hraðasta ljósleiðara á Íslandi. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi. Barnaherbergi á öllum stöðum. American style. Útsölulok, allt á 50% afslætti, föstudag og laugardag. 24 Iceland, Laugavegi 51 og 24iceland.is. Are you ready? You can't beat the beast. He's like Disney kynnir nýjustu mynd leikstjórans M. Night Shyamalan, Glass. Mögnu mynd með þeim James McAvoy, Bruce Willis og Samuel L. Jackson. Beint framhald af myndunum Unbreakable og Split. Glass, komin í bíó. Ertu í grenndinni? Nings.
Útsalan í Elko klárast helgina. Nú síðasti séns til þess að næla sér í tæki á stórlækkuðu verði. Elko, einfallega lægra verð. Þú fær betra verð á myndavélum hjá Reykjavík Photo. reykjavíkphoto.is Reykjavík Photo, Laugavegi 51. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Sara Larsson með lagið Ruin My Life sem á mjög vel við því að við erum að fara í spurningakeppni Gilsarans og það eitthvað sem að mun Ruin My Life. Hann tilbúinn og þvílíkt þema í dag. Ég held að séu allir mjög spenntir fyrir þessu King of Being Human. Já. Sem að heldur skrítnasti titill á spurningakeppni ég hringa til. Eða? Já, King of Being Human. Já, ég bara okay. Hver meiri manneskja? Já, bara þú veist. Já, þetta svolítið svona að þú myndir lappa kannski framjá okkur litlu strák sem búin að meða sig, myndir að lappa framjá það hjálpa honum upp. Þetta myndir hjálpa honum upp, það segir sér sjálf. Já, þetta er konceptið þessi bara. Hvað meiri ljúmenni? Já, basically. Já, ok. Og við byrjum. Yes. Hefur þú fengið jafn á árinu 2019? Byrjar það þessu? Er maður King of Human þá eða? Það rosalegt að byrja á þessu. Ég ætla, þú veist, við getum bara ekki svarað þessu sko. Það 18. janúar. Já. Þið bara kemur það ekki við. Ég bara spyrir þetta. Nú þurfum við bara að rýbranda þetta. Þetta er bara spurninga. Já, þú spurður okkur líki síðustu viku og það síðustu og viku undan. Þá spurður okkur þú að fengið jólajafl. Já, þetta á þessu ári. Það ekki munur. Nei, það ekki munur. Þið bara mennskir sko. Já. Þú veist, það konseptið þeirna í þessu sko. Þetta er ekkert að, þið bara mannlegir. Það ekkert að því. Við erum bara, svaraði mannunum Steinþór. Við erum bara gifti menn. Við vitum ekkert hvort það hafi verið í gæra fyrir þetta fyrir viku eða 2 vikum. Jú, líklega. Það er punktur á Steinþór. Punktur á kóngin. Já. Læsta spurning. Það er bara blöð punktur. Já, seti punktur á báða bara. Er það ekki? Já. Glæsilegt. Ekki skemmtilegra. Glæsilegt. Alveg frábært. Við erum báður rosa human, Steindi. Ég hef sagt við eitthvað að þú settur leiðin á fund. Þú sett ekki á leiðin á fund. Já, ég hef tekið það. Punktur á blöð. Já, maður er nú öruglega að tekið það. Já, það? En það er samt eins og Forrest Gump, eins og mammans Forrest Gump sagði bara, it's just a little white lie. Skiptir ekki máli, eins og það er hann bara að nota bortinninspaðan en ekki þann sem hann auglýstir sko. Já. Ég veit það ekki. Ég meina, jú, það er svolítið þannig, þetta er ekkert eitthvað. Þetta er ekki alveg. Þú verður að vera viss, Steinþór, þetta er spurningakeppni sko. Já, ég er ekki 100%. Ég man ekki eftir því. Það hlýtur að vera. Ég hlýtur að vera samt bara að ég er að fara einn hitting. Eða þá er ég samt alltaf að fara í einhvern hitting. Nei, ég verður ekki gert það. Ég held ég segi hvor okkar fær punkt það? Blöð. Já, ok. Komin yfir. Lead. En er ekki minna human að plata? Nei, hann er bara mannlegur og þú veist, þú tekur einu svona litla hvíta líi svo allir aðri. Akkurát, ég er human. En ég hef tekið hvíta líi. Hann var ekki að spyrja því. Ég var að tala með fundin. Já, næsta. Hefur lent í því að þú sendir sama skilaboðið á fleiri en eina gælu og það fer í viftuna? Nei. Menna var lent í því. Ég hef ekki Jón Arnar rísaði yfir mig. Hann er mannlegur. Hann tók sendi einhverjum ofumótilum í Noregi öllum sama SMS-i sendu menni. Já, og það voru 2 sem voru saman og fengu það saman tíma sko. Það er ekki náttúrulega sniðað þitt. Hver er það? Jón Arnar Rís Bakurur frá Liðupólínu gamla. Það er lélugur sko. En áður en þú got hitched up. Þú varst kæjureikjandi Fóli. Tókst ekki hörðu, ég ætla að senda þetta á hverja 3-4. Nei, aldrei. Hvað var svona línaðin þú varst að reyna að pikka upp? Ég held ég hafi bara aldrei átt eina línu. Ég náttúrulega varstu Fóli sem úrlingur? Fóli? Já. Nei. Eða þú veist, ég veit ekki. Ég hef alltaf verið smá svona kæristu gæði sko. Það er svo leiðis. Já, menn þú ætti að gera það í þessari keppni, það 2-1 blöð. Hefur þú tekið ranga beygju on the road og keyrt 1/7 af landinu í vitlausa átt? I'm only human, Harry. Það hefur lendið því það. I'm only human, Harry. Ég ætti að vitni dömmer það. Nei, ég hef ekki verið það mannlegur. En sem betur fer, ég er nú oftir að keira með blöð. Það sem að ég á það til að keira bara einhvers. Hann tekur vitlausa beigjur, hann har aldrei farið 1/7 af landinu. Já, ég tók vitlausa beigju. I'm only human, Harry sko. Tók vitlausa beigju í Miami atriðinu hann og frá Miami til Orlando. Tók vitlausa beigju, skate og þurfti að keira
á the highway hérna í 35 mínútur og eitthvað tekið uppeyju in the wrong direction. En ekki eitt svett að landinu. Það er ekkert eðlilega vont að lendi þú veist bara, ok, ég skeita þetta með beygju en ég kemst ekki út af þessum autobana fyrir eftir 35 km. Ágæslegt. Ég skildi líka alveg að Lloyd Christmas var frekar pirraður út í Harry það var rauð, Harry var frekar pirraður út í Lloyd þegar ég keyrðu hérna 1-7 á landinu vilsátt, en það er 2-1 fyrir blöð. Já, ég er ennþá að vinna. Hefur þú orðið geggjað graður? Alveg geggjagræður. Þetta tala bara Ég er bara með 2 manneskjur hérna sko. Já, bara only human. Já, ég meni þið er bara 2. Jú, ætli ég hef ekki orðið geggjagræður. Já, maður hefur nú örugglega einhvern tímann verið alveg geggjagræður sko. Það er ekki. Það er ekki bara, það er ekki mannlegt. Finnst þér það að fyndið? Já, ég er svolítið gaman að þess, við ekki það. Nýlega, bara einhvern tímann. Já, það er eftir inn að maður er geggjagræður. Hefur jafnaldrin tekið við sér þegar við bara að horfa á vöðvingjan í hrikalegri bekkpressu? Hefur það gæst? Nei, ég hef aldrei séð í bekk. Það er meiri líkur að ég bara þurfa að guppa heldur með verið graður að horfa á því í bekkpressu sko. Það er ekki að það verið bara flug. En einhverju fallir í lyftu? Nei, okay. Það kemur mér ekkert óvart ef ég er spólgraði við að sjá höfðingjan í bekk. En þú hefur ekki orðið það. Það er svaðaleg sjón. Þú getur kíkt bara mánundum í sportusyklu 2. Hvoru við fæ punkt? Ég geta það. Sko það er 3-2 fyrir blöð. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Ertu mannlegur og líður vel að keyra á luxusbíl? Ég þekki það lítið. Sko ég er að fara Nei, ég er ekki á neinu bíl. Ég er að fara Hvernig þeir fá A til B þá? Jú, ég er á bíl, ég er bara lánsbíl. Ég er að fara að vesla bíl. Þetta er að luxury lánsbíl. Ég skal segja ykkur frá því þegar ég er búin að veslan. Heldur brútið hvernig bíl út á? Nei, já, ég núna. Hann á golf núna? Já, jú, ég var að köpa. Jú, ég kipti það daginn líka. Já. Ok, já, en þú lítur ég þarf að köpa 2 bíla sko. Við þurftum að köpa 2. Er það luxury sedan? Já, ég er að bíða eftir að fá bíl sem ég fæ afhentan 25. februar. Þá skulle ég segja hvernig bíl það er. Skúpaðu, geðu þjóðinni smá hvað er mest, bara tísa þetta eins? Ég skal kannski tísa það næsta þetta. Þú veit líkt eðla peppar. Já, ég sé það. Það er að gegja það. Ég get ekki gefið punkt, þú veist, út á Er ég komin í 4-2 líf? Nei, en það er ég ekki vanur að kera útspil. Þú ert luxusbíl. Það er bara hann í því miður, það er staðan. En þetta er þetta ekki búið. Hefur í ykkur rugli erlendis enda á því að stunda samlíf með nánum kallkisvinniðinum? Nei. Ég er bara að tala um að mennur mennskir og þau eru bara í fríi. Eins og bara með svessa eða einhverjum? Já, bara út í fríi og góðu flipi. Ég get alveg staðfesta hér að ég hef ekki sofið hjá kallmanni. Já, aldrei. Það er nú gaman að prófa það í daginn. Ég held að sé eina sem ég ætla að gera með sveppa sé að ríðunum, þannig að það er ekki hann. Nánast feskur. Já, við fáum ekki punkt hérna sko. Nei. Hörðu, en já, síðan er bara einspurning eftir og því miður, þú veist. Ég er orðin king of human. Já, þú veist, þú getur rétt krafsað, þetta er sátt 100% punktur á Steinþór, sko. Er það? Hefur hótt á fullorðsefni árinu 2019? Hvað sér, hef ég hótt á? Fullorðsefni á 2019. Ég get svarað fyrir Steinda, það er já. Var þetta bara pottjætt stig á mig? Við getum orðað þannig að Steindi fekk örugan punkt á til lokið. Þetta er ömulig kepp. 4-3. Já, blöður Er ég king of human? 4-3. You're human, Harry. Ekki stig fyrir síðustu. Nei, ég er ekki dýfæsti lengur. Það er helvítið góður þér. Svo lítið mál að mála, sérstaklega þegar það er 25% afsláttur af Gökó málingu í Bíkó. Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kranni, den danske kró. Hárloss, brotnir endar, viðkvæma neglur, þá er Geosilica Renew kísil steinefni rétta lausnin. Geosilica.is. Hver eldar í kvöld? Nings. Frábær mánaðartilboð í Æsland. Í janúar færðu meðal annars Chicago Town örbylgjupizzu með pepperoni á aðeins 199 krónur og Coke Light eða Coke Zero í dós á aðeins 69 krónur. Æsland opið allan sólarhringinn. Eitt mesta úrval landsins af myndlistarvörum fyrir ódauðlega myndlistarmenn finnur í verslunum Slippfélagsins í Borgartúni og á Akureyri. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Útsalan er í fullum gangi. Rúmfattalagurinn aðeins ódýrari.
Nú fæst Risa Opalið í 4 bragðtegundum sem eru hver annari betri. Hafðu Risa Opal ávallt innan seilingar. Opal bætir andrúmsloftið. Fyrirtækja og veisluþjónusta í boði alla daga. Fáðu tilboð á pantanir@exoisland.is. Exo, örugglega langbesti holli skyndibitinn á Íslandi. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957. Við erum ekki í beinni útsendingu núna því að ég er með Pétur Jóhann Sigfússon með mér hérna. Hvað ert að kalla þessa dagana? PJ Sigfusion ennþá eða? Nei, bara Pétur Jóhann, þetta var rétt hjá þér. Pétur Jóhann bara? Já. Þú ert með puttan á púlsinu með. Já, hvað varst alltaf? Pétur Jóhann? Já, ég var komin Sigfusion? Ég var komin út í Peter Joe Hound. Já, Peter Joe Hound. Eins og rútufyrirtæki Greyhound. Já. Nema Peter Joe Hound. Já, mjög stertna. En, séðan eitthvað nefn fannst mér ekki vera að virka. Ég fór bara aftur í Pétur Jóhann Sigfússon. Það er ekki vitlaust. Þú ert að fara á stað, þú ert að leita að draugabæjum. Já, mér langaði til þess að koma inn að tíðinu og ykkar. Já, ég er að fara að vera með draugaþætti. Já. Það er stutta útgáð. Já. Og ég gengi með þessa hugmynd lengi í maðanum. Okay. Það gæti verið góð hugmynd að ég myndi fara landið og gista eina nótt á stöðum þar sem að fólk vill meina að sé mikill draugagangur. Það sem er á reynd. Já. Ég veit ekki af hverju mér fannst þetta góð hugmynd. Ég held að það sé bara því að ég er ekki næmur maður. Nei. Ég trúi ekkit endilega að það. Trúi ekki drauga? Nei, ég held að það sé bara gegnum trekkur í flestum tilfellum. Bara einhver svona vindurinn og eitthvað nauð í rokinu sko. Já. En við erum mismunandi næm, við veitum það. Já. Við mannfólkið og mér langar til þess að fara á þessa staði, gista þær eina nótt með eitthvað með mér. Eitthvað gest. Þess vegna er vinnuheiti á þáttunum næturgestir. Og já, hugmyndin í stuttu máli er þessi sko. En hvað ef að fólk veit um eitthvað stað sem er draugagangur á? Hvert hefur það samband? Draugarattstöð2.is. Draugarattstöð2.is. Og við erum búin að fá alveg gríðarlega mikið ábendingum. Ok, ekki. En betur máið dögaskal. Það er alltaf, þú veist, ég veit að það eru fleiri staðir á núti heldur en það sem við erum búin að fá ábendingar við erum búin að fá fleiri en einn og jafnvel einhverjar bara 6-7 ábendingar sama húsið inn á Miðhálandi sem er Hvítarnes eða eitthvað svoleiðis. Já. En þú veist, það er bara við keyrðum allt Reykjanesi í gær til dæmis bara til að leita svona stöðum fundum fullt, en þú veist, eins og ég segi, það er bara þú veist, ég held að sé allt annað að vera þarna á nóttunni heldur en yfir daginn. Já. Og ert þú hræddur? Nei, ég hef aldrei séð draug sko. Nei. En aldrei fundið neitt? Nei, held ekki. Ekki á króknum einu sinni? Nei, hvað var eitthvað meira á króknum heldur en bennum? Já, ég held að sé mikið afturgöngum á króknum. Hvað haldið þið Sauðárkrók? Steindi og ég haldi að sé allt í bullandi njálgar og þú heldur að sé allt í draugum. Það er eitthvað rugglaður. Það stendur Sauðárkrókur í passanum mínu sem fæðingarstaði. Reyndar, þú fættur þar. Það er hárrétt. Er njálgur á Sauðárkróki? Nei, það er engin njálgur þar. Í alvöru? Já. Og hvernig ert annars þess að dagana? Hefur fengið njálg? Ég hef ekki fengið njálg. Þannig að þú veist ekkert hvernig hann er? Það er ekkert einhver meiri njálgur á Sauðárkróki heldur en þetta í bænum. Ég hef fengið njálg. Nei. Jú. Í alvörunni? Já, þetta er ofta að ganga í skólum, leikskólum og svona. Það er rosalegt maður. Þetta var sótrensa allt, sko, bara heima, bara með svona spritti, bara svipa á handspritt. Þetta er bara að frussa því bara yfir bara tæki og tól, allt heimilið. Taka einhver töflur sem að heimilislæknir lætur þið fá. Og þetta lýsir sér þannig að, þú veist, þú finnur fyrir þess að þú fer að sofa á kvöldin, sko. Varstu með í alvörunni með njálg? Ég held að já, ég veist svo sem ég fekk eitthvað staðfest ekki, ég sá ekkert upp í raskatina mér, en þú veist þetta var að ganga í begnum og það bara þurftu allir einhvern veginn að gangast undir sömu meðferðina, sko. Það er viðbjöður. Já, ég mæla ekki með þessu. Hvað er langt sem þú fékkst njálg? 2 vikur. Nei, það er eitthvað 2 ár rúglega. Ok, langt síðan. Já, út lausar í dag. Já, ég lausar það, þetta er bara samt úrlega gaman, fannst mér, sko. Að vera með njálg? Já, þú veist að því Kýtlaði þig? Já. Varst alltaf með plötan í raskatinu? Nei, reyndar ekki, vegna þess að ég var bara, þú veist, ég rætti þetta bara á einhverjum tímapunkti, bara við bara við Sigrúnu mína, bara, þú veist, þú veist, klæðir, nei, þú veist, ég trúi ekki að segja að ræði þetta. Ég kom til að tala um drauga. Já, kláraði þetta. Hvað sagður við konuna hérna? Bara klæðir í raskatinu.
Já, svona þeir Nei, hún verður brjáluð Fekk hún njálg líka? Það fór enginn skilur Þú veist, ég fór til heimilislæknisins minns og hann bara lét mig af töfla hann fór ekki til kík upp í á borun á mér skilur Fekk konaðin töflu líka? Já, það fengur bara allir á heimilinu töflu Hvað segir hún að byrja að klæja? Blanda Þetta bara þannig Við fengum töflur, ég veit ekki Ég veit bara mér klæja Já, ok Og það byrjar að smita fólk Það kemur yfirleitt upp og yfir á kvöldni Þú lagstur upp í rúmið og þá fyrir þetta í gang sko. Kláðin Já Grínlust maður Allir mér rosalega þetta sko. Ég sem betur fyrir ekki fengið þetta En það er ég ekki mikið á leikskólum Nei Er þetta ekki aðlega þar? Jú, ég myndi sleppa því Ég hef ekkert á leikskóla að gera Nei, og ef þú eignast einhvern börn fáðu bara upp hér Láttu hana fara með börnið inn á leikskóla Láttu hana fá njálg En sko, við eða ekki hana Sorry, ég tekið aftur Auðvitað getur við kallkins líka Já, bara hvað sem er Já, ekki Hvað, taka okkur er svona mikil kallremba? Ég? Já. Nei, ég tók þetta aftur Já, þú tókst þetta tilbaka En sko, við ætlum að ég ætla að setja á eitt lag Svo ætlum við að spila hér símtal Þú ætlar að ringja sem Gunnþór Já Og þetta er fyrsta sinn sem að Gunnþór ringir ekki í eitthvað stað eins og banka eða bensínfyrirtæki eitthvað Þú ætlar að ringja sem Gunnþór í Draugasetrið Já, nefnir Já, við ætlum bara að prófa símat sem Gunnþór Já Nei ekki? Jú, hann er bara að kanna hvað kostar og hann er að koma með hópfólks og Já, þetta er tenging við Draugaþáttin Draugarattstöð2.is P.S. Njalli sem Gunnþór, hér er þetta smástund Það þarf að búa til þetta nafn á mig Bara breyta Jóhann í Njálgur Pétur Njálgur Pétur Njálgur Sigfússon Það er rosa En ég meina að ég er 46 ára gammal Það er allir sem eru 46 ára að fengi njálg Þú átt eftir að lenda í þessu Hvernig er svona, ég sé þið svo sjaldan núna Hvernig er grættan í þess að dagann, eftir græður? Já, eiginlega meira hennar en bara fyrir 10 ára Það breytist ekkert með aldrinum? Nei, ég skil ekki hvað er að gerast Hvað er spurning er Þú spyr mig alltaf og ég svara Aðeins að svara, nei aðeins að hugsa sko. Já, þú er bara hreinskilinn Við ljóðum ekki að hlustuðu, við erum hreinskilnir Þetta er síðan Mér finnst líka svo þægilegt núna, ég sit bara einn með þér Nú er ég ekki með Egil og Steinda gjammandi í mér Þetta er bara svona pínu trúnóina hjá okkur drákun Hver þú eru þér? Þeir fengi ekki að vera með þessu Er þetta eitthvað tekindæmi það? En fáum eitt lag og svo ætlum við að ringja sem Gunnþór í Draugasetri Calvin Harris og Sam Smith hér með Promises En eins og kom inn á áðan með Pétri Þá létum við hann ringja sem Gunnþór í Draugasetri Ég held að sé bara ekki eftir neinu að býða Við skulum heyra þegar Gunnþór ringir að tjekka Hann ætlaði að fara með konunu sinni í Draugasetri Tjekkum á þessu Ghost Center, halló Já, halló, góðan daginn Ég ætlaði að svona fá upplýsingar hjá ykkur þarna Er þetta ekki Draugasetrið? We are open till 6. And it is how much? It is 2,000 per person. Do you go on a trip? And you will go through big and dark area by yourself. Yes. And the ghosts coming? And the ghost, yeah. Real ghost? Well, in February we will have real ghost in February, but in January. In February? Yeah. What? Yeah, in February. Not now. It is January now. Yes, it is January now, and the real ghost. But what am I paying for if 2,000 and no ghost? What is that? You're gonna listen to stories in a ghost center. Hvað, er það 2,000 fyrir stories? Yes. No ghost? Hvaða peningaplokk er þetta? What is this business? What is this? What are you selling? Are you not selling ghosts? We are selling 1,000 square meters. Ghost maze. Já, ég skil það, I understand, but what is it that you sell? Hvað eru menn að gera þarna? 2,000 krónur á haus. Túristinn, ferðamaðurinn. The tourist is coming. It is 2,000 each. Hvað eru menn að gera með peningana þarna? Frussandi yfir sig, hvað fær maður fyrir 2,000? How much do I get for 2,000? You are walking through ghost maze, big area. It is 1,000 square meters. You are listening to 24. You're listening
You're listening Ég að tala við hana, býttu róleg. Hæ? Yes? You're not listening to me. Já, no, ég var að tala við, I was talking to my wife. Hún var að trubla mig, she was here. Yeah, okay. So what do I get for money? If not ghosts? Champagne? Do we get champagne? Hvað eru þið að selja? You can come in February. Nei, every Saturday. Every laugadagur. We will have real boy. Það ykkur anskotin á seiði þannig þú fær maður kannski sleik og putt fyrir afgangin. Heldur að það sé möguleiki? Hello? Yes, please don't scream at me. I don't like you're talking too loud. Nei, yes. What is included? Is it licking in do you get some licking? Licking and putting? No, nothing is included. No. No. So there is no ghosts, no licking and putting, and no champagne. No champagne. No champagne in Draugastetris. Þetta alveg, it is very strange. I call you back, thank you. Þetta var hvað? Gunnþór getur ekki verið á ensku. Hún kom algjörlega aftan á mér þessi kona. Það svo leiðilegur að Gunnþór maður, það rosalegt. Ég reyndar dyrka Gunnþór, við hlóðum mikið þessu hérna, ég Steindi og Egill og við þurfum að fá Pétur ofta sem Gunnþór maður. Licking and putting? Já, svo spurði það mig fyrir hann búið með síntali, þá spurði hann, ég datt alveg út maður, hvernig segir maður oftur hérna putt fyrir ákveð, ég sagði bara finger, já, þannig að hann mundi ekki fingers, þannig að hann sagði putting. Licking and putting, hann ekki á leiðinu með konunum sinni á Draugastetrið, hann Pétur Jóhann. En það eiginlega bara nánast komið að lokum hjá okkur drengir. Tími flýgur. Já, þetta er búið, skemmtilega þáttur. Hvernig helgin á Gilsanum? Það er bara ekki raskat vörk. Já, bara á landsleikin á morgun. Já, sjálfsög, klukkan hvað byrjar? Ég held að það sé 5. Er þetta Fraklandir eða? Nei. Já, það var ekki Frakland. Það er veistla þessi leikur á morgun. Já, svo United klukkan 3, þannig að þú getur tekið United, svo beint landsleikin. Wow. Það er rosalegt. Já, ég verður reyndar ekki hérna næsta föstudag því ég er að fara að taka upp aftur með nokkar. Það er Katrín Tanja þessu sinni, þannig að verður ekki Rikki mættur hérna. Já, ef ég Richard hittur að mæta. Við strákarnir að fara að veislustýra risa ásáttíð hjá Arion banka. Alveg gegn annað kvöld. Þannig að það verður allt vitlust helgina. Þannig að það verður stemming vonandi. Þið góða helgi, kæru hlustendur. Ég lofaði hér áðan, það er líka margir búin að biðja það að við myndum spila föstudagsslagið aftur í lok þáttar. Ég ætla að standa við þau stóru orð. Sverrir Bergmann kom hérna áðan og tók Shallow sem var úr kvikmyndinni Star is Born og bara eigið góða helgi og við endum á föstudagsslaginu. Takk fyrir daginn, drengir. Já, takk sömuleiðis og takk fyrir að hlusta. Já, takk fyrir að hlusta. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hvað er í matinn? Nings. Sannir leiðtogar eru alltaf í fararbroddi. Nýr Lexus ES 300h er sönn japönsk hetja. Glæsileg að innan sem utan. Komdu á reynsluaktu. Lexus. Icelandair. Frábær mánaðartilboð í Æsland. Í janúar færðu meðal annars Snickers súkkulaði, Coletta keks, Þrist og Toffee Pop súkkulaði keks á frábæru verði. Aðeins 98 krónur stykkið. Æsland. Komdu á Carnival. Glæsilegir nýjir bílar, geggjuð tilboð og dúndrandi fjör. Komdu og reynsluaktu draumabíl.
957 Blö á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl FM 957